Já, komið heil og sæl. Gestur Chess eftir Dark í kvöld engin annar en Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður og eigandi Skel fjárfestingafélags. Og góður þáttarins, hann komið í annað skipti. Já, eins og besti. Já, verður hjartanlega velkominn. Takk fyrir það. Hvernig Ég held að væri bara konin hringin með þáttinn, sko. Já, nei, það alveg 2,5 ár sem hún kom síðast, sko. Tími líður. Ok. Já, Já, og hvetjum alla til þess að taka fyrsta þáttinn. já, Hann var mjög með góður. öðru sniði, þá vorum við að fara yfir söguna og nú verður þetta meira current. Hann á helmingsafslætti, eða ekki? Jú, hann er á góðum prís. Hann er góðum prís. Já, kannski bara byrjum á því að óska til hamingjum afmælið, 57 ára gamall. Á mánudaginn. Nei, það reyndar ekki rétt, sko. Nú, hvað, 2008? Afmæli á þriðjudag, sko. Já, Þriðjudagur, já. Kenni tala mikið vitlaus. Býtum við, Þetta er áhugavert. er það 28. janúar? Já. Við eigum afmælið sama Það dag. er rosalegt. Já, ok. Það er rosalegt. Þú veist, skráð 2007 á Wikipedia. Já, það er rétt, sko. Það urði einhvers mistök í skráningunni. Margir segja þú veist að þá hafi sko minn slagur við stjórnvöld. Já, veist. Það er sem þess að ég var skráður vitlaust í fæðingabókina. Já, Fæðingavottorðið. Einhvern veginn atvegstaðan þannig að ljósmóðurinn á vakt, Já. hún hélt að ég var að koma heim inn á 2007. mhm, Hún var á leiðin á ball já, og fyllti bara út einhverju skýrslu. Svo kom drengurinn eftir miðnætti. já, Svo var þetta uppgötaðist nokkru seinna þegar kennitalan kemur, þá fyrir við að pæli þessu, veist, hvernig hún lítur út. Og þá þurfti ég að eiga samtal með móður mína og tjekka hvort þetta hefði örugglega verið 28. já. Hún var alveg hörð á því. Er ekkert þetta að fara í þjóðskrá og hendi breyta? Já, sendi einn mail bara. Nei, ég reyndi það einhvern tíma og það var bara svona computer says no. Nei, þú fættist 2007. Nei, þetta er rosalega. Jón Ásgeir, Gianluigi Buffon. Og bara þú? mynda menni, já. Já, og svo er annar maður sem ég kynntist nú bara á síðast ári. Það er forstjóri Innó. Já, Hann er líka já. fættur 2008. Já. Einmitt, Skemmtilegt. Við Já. komum að honum á eftir. heldur betur. Sko, eitt sem að við kannski nefnum hérna, Birkir, ræddum að líka síðast, Já. en bókin Málsvörun Jóns Ásgeirs. Já, mér langar bara að mæla með henni. Ég er búið með 6 klukkutíma núna, ég er að hlusta á hann í annað sinn, Einar Kárason, hún er ekki nema 13 tímar, en hún er mjög góð og Einar er ansi góður, svo þetta er bara mjög góð bók, þannig að ég vil bara hvetja alla til að við tókum hann aðeins síðast hann komið, bara fyrir þá nýja hlustendur sem er hlustað, bara geðveik bók, Frábær bók. allir að lesa hana, eða hlusta á hana. Já, en ef við vindum okkur bara beint í kjötið. Já, það er ekki eftir neina að bíða. Nei, byrjum á heimkaupum. Það var þann 1. júlí 2023 þar sem að þið hjá Skeli þið blésuð í herlúðrana og bjöggu til heimkaupsamstæðuna. Tókuð inn einn hörku leikmann þar, Birkir Karli. Já, En inn í því voru heimkaup, vefverslun, Lyfjaval, 10-11 ekstra orkuverslanir ásamt eignarhlutum í Sparró, Brauð & Co og Gló. Greta María ráðin forstjóri og BKS í viðskiptaþróuninni ásamt fullt af flottu fólki. Já, kannski ég sko... þú kannski bara tekur við Já, þessum við. ég var að hlusta einmitt á bókinni í dag því ég var að undirbúa fyrir þáttinn. Sko, ég hjó eftir og sagði að það voru 5 manns sem voru í overheadinu þegar þú varst með bónus, er ekki rétt skilja á mér? Jú. Já. Hvernig leiði þá þegar þú varst að labba inn til okkar hérna í heimköpum og það voru aðra grúa fólki eða? Jú, ég meina það tímar hafa breyst. Veist, það er svona það er kannski búið að flækja verslunarrekstur meira en þarf. Þannig að það var náttúrulega að byggja upp félag sem átti að ætla sér stóra hluti og þess vegna þurftu undirbúning. Það er náttúrulega bara þannig með sko, það er matvörukeðjur sem að hafa komið svona á legg, eru margar hverjar komnar undan fjölskyldu fyrirtæki. Það sem er bara unni dag og nótt fjölskyldan í að koma að þessu stað og það er svona þessi mismunur á að það er þegar stærri fyrirtæki er að fara í svona vegferð þá færið ekkert margar til að sofa á gólfinu í verslunni og vinna þannig vinnu, enda það er óðurlegt. Já. Þannig að þetta er aðeins öðruvísi.
Kannski ég fá bara að spyrja, ég er nú kannski ekki alveg hlutlaus en ég langaði nú samt að taka þetta sko því að maður var nú þarna á hliðalínunni sko þetta projekt þetta núna vonum við að Samkeppniseftirlitið samþykki hennar samruna svo við tölum aðeins um á eftir samkaup x heimkaup en auðvitað erum við búin að opna prís og fleira en það átt að skrá þetta félag og eitthvað, myndur þú segja þetta projekt af einhvern veginn feila einhverju leyti? Nei, ég held að þetta sé bara þetta tekur tíma og kostar peninga að koma svona fyrirtæki á legg sérstaklega nýtt vörumerki á maturmarkaðinum ég meina það var nokkuð átt í bónus sem var átti ekki krónun á heftinu og það var svona þykkur gírobúkin fyrir fram að mann sko þannig maður þetta er blóðsvit og tár en það poppa upp svona ný vörumerki á maturumarkaðum cirka bara 25 ára fresti þannig að þetta er ekki auðveld vegferð Já, algjörlega inn í þessu reyndar allir bara hrósa Lyfjaval er náttúrulega einstaklega vel rekið fyrirtæki og lang besta apótek landsins allir að fara að þanga lang besta apótek þetta var frýtt plögg en það er alltaf geggja að geta farið í apótek er í bílnum geðvögt og ert í bara svona enga samtali við afgreiðslumaðurinn í staðan fyrir að fara inn í apótek það sem að líklega sko flestir eru með einhvern krankleika sem að eru inn í apótekinu þannig að síðan eftir þiljubökur og kennitölu og síðan er öskra þetta náði þetta lyf þetta er svona þannig að menningin í lyfjabransanum er bara rétt að byrja sko. Já, ég held að komum betur en það eftir sko en já, það var einmitt, fengum góða sögum daginn frá manni sem var að kaupa lyf fyrir, hvað var það, þarna Gyllinæð og þá öskraði hún nafnið hans og kennitölun hans ert þú ekki að koma að sækja liði fyrir Gyllinæð sko þetta hefði ekki gæst í lúgunni þetta gerist ekki í lúgunni það getur gæst í lúgunni það er eini sem heyrir það næsti bít fyrir aftan er að geta heyra það sko Já, en sko tekið af heimasíðu ykkar markmið hluta að vera að byggja upp öflugt félag á smásölumarkaði með dreifða tekjur, ná fram einföldun, betri innkaupum, hagræðingu og lægri einingakostnaði stefnt er að skrá félag eftir 5 ár það verður líklega ekki skráningu þessu eða hvað? Ég veit ekki hvernig þú veist, fyrirtæki er í samtali annað samruna. Ég myndi halda að það samir að félag verið komið á markað eftir 3-4 ár sko. Já, þannig þetta er bara samtal, þetta er ekki done. Jú, ég meina það er búið tilkynna það er náttúrulega ekki done fyrir að það er búið kveitt í borgartúrinu. Já, einmitt, býðu spenntir eftir því. Sko ein mjög áhugaverð spurning því að maður var nú að sökka sér í þetta sko, hefur einhverju fyrirtæki tekist að búa til pening út frá heimsendingum? Þessi er góð Jú, það hefur alveg tekið sko og veist að ná því fram að vera svona á núllinu stærsta fyrirtæki í Breitlandi Ocado en búið að vera í cirka 24-5 ára eyðimerkurgöngu í að koma maturu heim og skila með hagnaði. Þannig að þeir hafa verið svona við núllið 8 tapár og svoleiðis. Keðjuna sem að segjast vera að skila hagnaði sem eru í pikk í búðun. Það er oft svona beggja blans hvort að það sé verið að taka úr hagnaði búðarinnar og færa það yfir á pikkið en veist, raunin er alltaf bara svo að það kostar segjum að mínútan hjá starfsmannin kostar 50 kall sko þá er það alltaf augljóst að þú pikkar sko 2 jógurtdósir sem er út með 8 krónur í framleið á hvora dós á mínútu að það þarf eitthvað annað að vega þau upp síðan eftir að keyra þetta heim til fólks þannig að veist, síðan koma verkkarnir sem að bera saman online búðina við búðina sem að þú er búin að keyri fara inn, pikka allt bera þetta upp til já, og þetta er ekki sama þjónusta sko veist, þannig að ég held á einhverju tímapunkti mun fólk sætta sig við það að þetta kostar meira og þetta er þægindi, þetta er sparnaður þú nýtir tíman í annað það mun verða metið á einhverju tímapunkti og það er alveg að
maður að sjá það úti sko, það alveg að koma sko. Já. Fólk farið að sætta sig við þetta dýrara en en þú reiknar þetta til enda þá þetta kannski ódýrasta matvara sko. Já, einmitt. Þá líka að meta bara inn í tímann sem þú getur eitt í annað. Já. Og svo bara keyra og sitja í bílnum og yfirleitt fólk að fara kringu 3 til 5 og það mikið trafík þannig að jú, ég held þetta koncept á alveg möguleika en það eru helviti margir búin að tapa helviti miklu on the way sko. Já, ég man að svona gott dæmi sem að tók sko að þú gast keyptir sko eins og Heimkaup var að bjóða reyndar Villi sem nú einn besti starfsmaður Heimkaupa Vilhjálmur Einarsson standi sig algjörlega frábærlega að reyna rétta skútuna af sko hann hækkaði sko þarna körfuna upp í 20 skall til að fá fría heimsendingu sko ef ég kaupi núna mjólkurlítra fyrir 15-20 skall þá einhver starfsmaður eftir að peka hann upp fyrir mig og keyra hann með hann heim til mín það hellit erfitt að græða á þessu. Já, það það. Já. Þá kannski bara loka spurning hvað þetta var af hverju eru þið ekki löngu búin að loka vefverslunni? Jú, ég meina það náttúrulega bara líka verið bara að læra á markaðin, þetta hægt náttúrulega farið í gegnum margar tilraunir þannig að hún er alltaf ennþá opin. Já, hvetjum fólk til að versla hana. Já, klart mál og ekki síður hjá á Prís. Já. Þetta bónusokka menn en Prís eru það líka. Okkur langar að fara aðeins yfir opna á henni. Ég veit að margir eru spenntir þegar þú varst yrðina í annað skipti á matvörumarkaðinn. Erum við að fara að fá áherslu á lægsta verðið? Er þetta nýtt stórveldi í uppbyggingu? Það verður náttúrulega bara tímir að leiða í ljós sko. Þetta sko að komast inn á matvörumarkaðinn er væntanlega ekki gert með annarri leið heldur en að vera í lægri deildinni í verðum. Það hitt hefur reynst mönnum erfitt og þannig að þetta er svona tilraun að sjá hvort að þetta sé hægt. En eins og ég segi bara saman gerist með bónus maður var nú tæpur oft á tíðum sko og held þetta er ekki að neina heldur bara einhverjum ægilegum hausverk á fjölskyldunni. Þannig að það var ekki fyrir ná kannski vel á 3. ára að menn fóru að sjá það að þetta væri hægt. Varstu þá fyrstu 2 árin bara nánast þá bara greiða með vörunum eða hvað? Já, við greiddum alveg hressilega með vörun sko. Það var með mjólkurstríð og eitthvað. Ég meina þú lendir í því í þessum bransa kannski, ég held að bónus var stundum með 1/4 vöruvalinu sínu í meðgjöf. Já, ok. Og þetta voru kallaðir í gamla dag lost lítur og þetta tíðkast ennþá og þetta er bara partur á leiknum en eins og ég hef alltaf sagt, það er ekkert mál að selja ódýrt sko. Nei. Sko trikkið er að survive að gera það sko. Já, það er ekkert mál að bara lækka verðið sko. en það er svona aðferðafræði til að búið til peninga þú ert að vera með fleiri búðir, það er ljóst. Já, einmitt, hún er kannski ekki þessari stærra hagkvæmni með að vera með eina verslun. Nei, en það hjálpar þessari verslun sko að svona nokkuð stór hluti er innfluttur beint á Svíþjóð. Já, sænst vöruval. En á móti kemur það tekur fólk tíma að venjast í vöruvali og læra inn á það. Já. Þannig að við sjáum til. Já. Það er einmitt eitt með Prís að maður sér mikið af vörum sem maður hefur ekki séð áður sem er auðvitað skemmtilegt. Hvernig hefur það gengið að kynna þessa? Sko, nú er ég að taka það fram að ég er ekki svona í daily operation á Prís sko. En ég held að bæði Svíatir og ég veit að Æsland sem selur vörurna líka, Æsland Foods í Bretlandi hafa spurt, er þetta virkilega bara einbúð sko? Já. Þeir hafa verið mjög hissa hvað hefur selst mikið sko. Ok, það er virkilega gaman að heyra. Það er besta mál. Er umhverfið annað en þegar þú fórst að stað með bónus? Samkeppnisumhverfið á markaði? Já, bónus var svona fyrsta discount búðin á þeim tíma. Hver var samkeppnin þá? En þá voru að keppa við Hagkaup og Hagkaup hafði þá nýbyggt Kringluna og var svona kannski að reyna að vinna sig í gegnum það
og þannig við komum inn á markað, lækkum verðið 15% og keppum síðan við Miklagard sem var þá í vandræðum eða var að lenda í vandræðum. Þannig að það voru það var önnur sviðsmynd. Discount-markaðurinn í dag sem telja sem discount, sem kannski aðeins farnir á spórinu. Það í dag 60% á markaðum. Sko. Þannig að þannig það segir sér sjálft að það er erfiðar að komast inn á þann markað. Já. En ég finnst nú voru að prísa staðið sér vel að ekki athygli á sér og gera þetta aðeins öðruvísi. Sko. Já, líka ánægð með Gretu, hún hefur talað það er dálítið mikið að fólki, þetta svona okkur langar sem að berða saman við Icelandair Play að segja allir að það er frábært að hafa Play og hafa samkeppnina, en svo verslaði við Icelandair sko. Það er saman með þetta sko, frábært að fá prís, en svo ferðu bara í bónus eða krónuna sko. Jú, það er náttúrulega það sem að þetta snýst að þú náðu til fólksins og ef hún ekki til fólksins þá bara þá er það búið spil. Það er bara þannig sko. Já, sko hún viðurkenndi reyndar góð vinkona mín Greta að hún hefði viljað fá fleira fólk í búðina. Hvað hefur klikkað? Heldur að eins og þetta erlendu byrgjarnir ánægðir, heldur að staðsetningin, ekki markasetningin verið góð? Ég vil bara taka tíma. Þú veist, það er það sem að það er alveg djart að opna þarna í miðjunni hjá það sem hinn eru með stóra búðir og en ef þetta er gert vel þá held ég þetta í bara fína möguleika sko. Já, sko var mögulega vitlaus nálgun hjá Prís að tala þegar voru að byrja hvað allir byrgjar væru vondir við það og svo framvegis? Ég er á þeim stað sko og mér finnst nú betra bara að láta verkin tala sko. Já. Þú veist, ég er ekkert að gagnrýna til hvernig þetta var sett fram en þú veist, ég held að sé alltaf betra bara að vinna sig áfram á þeim verðleikum sem þú hefur að bjóða í svona með svona verslun sko. Já. Veist, þetta er samt áhugavert og hún hafði margt í síns mál sem Greta sko. Já, það er alveg rétt sko, ég er ekki að gagnrýna það ég er bara, það er svo oft sem maður hefur séð í gegnum tíðina að menn alltaf opna eitthvað til höfus einhvers en gleyma því til hvers var pródúktið búið til að drepa þetta pródúkt eða bara til að vera pródúkt sko. Já, einmitt, búið til eitthvað nýtt já, algjörlega vonandi bara gengur prísum allra best við allavega styðjum samkeppni heldur betur þá spyrum við sko komin á samkaup verður samruni samkaupa og heimkaupa bylting fyrir matvörumarkaðin? Þið ætla að vera bara í matvörumarkaðin Já, svo erum við að fara eftir það er hálftíma eftir bylting, ég held að það eru tveir stóru aðalar á markaðinum sem hafa gert vel í því að tryggja sér staðsendingar og í raun fjárfest mikið í sínum verslunarrekstri og ég held að það sé svona það sem að hefur gerst með samkaupa þegar kannski orðið á eftir og þannig orðið eftir í stærðarlega það er ekkert langt síðan að Krónan og samkaup voru bara álíka stór fyrirtæki og þannig að það fyrirtæki þarf að stækka til að eiga möguleika að veita samkeppni viðskiptavinnu. Já, einmitt ég las gott viðtal við Reykinn, Ásgeir Reykfjörð á MBL sem var að fara þessi yfir hnökrana í samrunaviðræðunum sko, það er þessi díll sem er yfirvofandi Borgartúnu eftir að stimplan sko, þið eru að fara að eignast 10-15% hlut, eigi 5% hlut núna er planið að taka félagið yfir? Nei, við erum bara svona í aftursættinni í þessu sko. Veist, það er bara þannig. Það eru aðrir stærri eigendur sem eru að leiða fyrirtæki áfram. Svo staðan er. Þú talaður í bókinni að fyrirtæki fara aldrei að svara símanum fyrir maður orðin hluthafi. Maður á að byrja að kaupa lítinn hlut og svo kynast félagin og stækka við sig. Byrjuðu þeir að svara símanum þegar þú eignaðist 5% hlut? Já. Já, algjörlega. Ég held ég fari bara að kveðja matvörumarkaðinn í bili. Það væri samt gaman að fá skráningu samkaupa á
Eftir 3-5 árum? Ég held sem bara mjög gaman að fjölga skráðum félagum á Íslandi og veist, þetta félag alveg með burði til þess og tækifæri að verða gott skráð félag sko. Ef að réttir haldið á spöðan. Ein loka næsti, hvernig var að díla við kaupfélögin í hlutafhópi samkaupa? Þetta náttúrulega, það alltaf dálítið öðruvís að díla við þá sem að kannski eiga ekki peningi beint undir. Hlutir líka og þurfa að bera allt í svo kallar bakland og skilgreint hvað það sko, en það einhver hópur þá á bakvið sem að svona ráð fyrir sig saman hvernig skuli svara og þannig að þetta tekur lengri tíma. Þetta alveg þekkt úti líka, menn sem hafa verið að díla við co-op félög gennum tíðina. Þetta svona svifasetni prósess. Var ekki svekkjandi að klára ekki samvinnuviðræðurnar og ég meina, þeir töluðu um þetta, töluðu um þess að ESA húsleita eftir að það hafi spilað inn í okkar, ég meina þeir eittu hellingstíma í þetta. Já, ég eittum miklu tíma í þetta og það sem gerist líka sem vont fyrir svona fyrirtæki sem eru á samkeppnismarkaði að það hægir á þeim á meðan þessum prósess menn fara bara svona, þetta svona hálfgerður biðleikur og það ekki gott fyrir fyrirtækin. Nei. Og ég held að það hefði verið gott að klára þetta hefði verið gott félag inn á markaðin. Algjörlega. En sjáum hvað setur. Já, sjáum hvað setur. Færum okkur út fyrir landsennina Innó. Það áhugavert. Já, heldur betur. Kaup Skeljar á Innó, verslunarfélagin í Belgíu. Byrjum á því, hvaða félag þetta? Ég veit ekki hvernig, sko þetta félag sem í svo kalluðum department store geira. Þetta sem þá verslunum marga deildir. Íslendingar kannast líklega best við Selfridges eða Magasín eða þessar búðir og þetta eru stóra verslanir frá svona 12.000 upp í 28.000 fermetra á mörgum hæðum. Sérvöru nánast bara og svona söfnun á vörumerkjum og þannig að þetta svo kallað department store, eina stóra department store keðjan í Belgíu. Já. Með 16 svona slíka verslanir og við vorum í raun með Allianz að kíkja á önnur mál þegar þetta dettur inn á borð hjá okkur kom fyrst í held ég í nóvember 23 þá kom þetta bara inn á borð menn sem bara alltaf hótt verð og Þýska ríkið hafði einhvern veginn eignast þetta í gegnum COVID-lán til félags í Þýskalandi sem var móðurfélag Innó sem department store keðja sem telur 180 verslanir. Þeir sem sagt fóru undir í COVID-inu og Þýska ríkið tók veðið til sín. Þannig að við vorum að díla á Þýska ríkið sem var mjög sérstakt. Talandi kaupfélag sko. Ekki Þýska ríkið skráð á það eða? Þjóðurinn voru með þeir voru með sitt skjal og fylgdu því mjög vel sko, fyrst, hvernig þeir voru alveg bara svona það var svolítið skemmtilegt í lokin. Síðan kemur þetta upp einhvern veginn í maí í fyrra afturinn á borð og við segjum bara við höfum ekki skipt skoðun og þá segja þeir vil ekki kíkja aðeins undir húti og koma síðan til okkur. Við gerum það eigum nokkra fundi í Belgíu og síðan æxlast það bara þannig að sko menn fara í sumarfrí og eins og gerist í Evrópu og þá hringjar ég maður eftir ekki, ég var bara næstu á Sólabekk þegar það hringdi mig og sagt ef þeir eru snöggir þá getur við fengið það fyrir láttverð og við bara hvað láttverð? Já, bara gera okkur tilboð en þeir verða að klára þetta fyrir 1. ágúst. Og hvað var þarna?
þetta var eiginlega 20. júni eða svona, sko. Já. Það var ekki séns. En hérna, svo hérna buðum við í þetta og það var talsveit lægra heldur en það hafði verið stemtaði í byrjun. En það var líka ákveðin ómöguleiki í þessu, þú ert ekki að sækja bankafjármögnun í hérna á miðsumri. Nei. Og hérna við þurftum að gera okkur áraleikakönnun og þannig að við buðum í þetta Allianz og Skel 50-50 og náðum að klára þetta held ég að það hefði verið 28. Já, vel gert. Og hérna þá fengum við lyklana Já. frá þjóðverunum. Opinbert hvað verðið var eða? Það er ekki alveg opið, sko, Þýska ríkið sagði það sérstaklega, það mætti ekki koma fram, allavega ekki árinu 2024. Það var sko fjármálaráðherra sko, Þýskaland sem að hætti nú held að það verið bara í desember. Já. Og var rekinn úr ríkisstjórninni og það var hann sem að sko gaf loka samþykki á þetta. Blessaði þetta. Já. Svo voru þeir hérna, svo áttu að loka þessu, svo kom mánudagur og við gerum aldrei til á mánudagum, þeir voru alveg gottuð ekki til þessu og töldu sko, þeir sendu okkur svona þakkapóstin að það hefði verið sko, þetta hefði verið ótrútt afrek að ná Svíum, Íslendingum og Þýska ríkinu saman að klára díl í júlí en þeir var ekki búin að skilja þetta mánudags þannig að það var bara, þetta var skemmtilegt vegfærið og fyrirtækið í ágætum stað og á bara mikið inni. Svíarnir náttúrulega með sambærilegan rekstur. Já. Hvaða sænska fyrirtæki er þetta? Sorry, sem með Allianz er svona svipuð keðja, kannski svona aðeins ódýrari hérna vörur og þeir eru með 54 verslanir í Svíþjóð, langstærsti department store í Svíþjóð. Aðeins minni búður þetta er inn á en svona síðan með flagskip í Stokkólmi sem er risabúð og þeir hafa unnið þetta aðeins öðruvísi, þeir hafa búið til sín eigin brönd og það var það sem við sáum dálítið í þessu að við gátum í raun bara sendt vörubíluna til Svíþjóðar að ná í nýjar vörur og vörumerki fyrir inn á og þeir hérna við bættum bara inn á kerfið þeirra þannig að það hefnaðist bara mjög vel þannig að ég held að það verið 6 vikum eftir að við keyptum og þá voru konar vörur frá Svíþjóðin og gólfi inn á. Já, geðveikt. Það þykir nú gott í þessum bransar sko, af því yfirleitt að kaupa inn og að það búið til brönd og þá tekur það 12 til 18 mánuði að frá fara íst og hérna inn á gólf sko. Já, og nú eruð búin að taka við félagið, var farið í einhverja alveg tiltekt eða var þetta bara? Jú, við erum svona, tókum hann að við í ágúst og förum í það að hérna koma eigin vörumerkjum inn og síðan er hérna koma jól og allt þetta sko. Já. En við erum bara á fullu að laga þetta, það er mikil tækifæri að gera betur. Já, þannig að reksturinn er bara fyrir. En reksturinn er positífur og hérna það er hérna ýmis tækifæri í þessu. Já, sko þú varst að tala stóra fastegnir líka sem félagið á ekki en getur gert unnum betur með. Já. Autosendimenn Tesla viðurkennt réttingaverkstæði. Bodyshop, er það ekki réttingaverkstæði í íslensku? Tesla approved body shop. Já, ókeypis tjónaskoður autosendi.is og þeir vinna fyrir öll tryggingafélög. Þannig að basically ef að Tesla verður fyrir einhverju tjóni þá kemur hún betur út eftir autosendir meðferðina. Já, og það skiptir ekki máli hvað þú tryður, þetta er alltaf greið. Það er eitt sem að autosendimenn hata meir en allt annað. Beyglur. Já, það vil ekki sjá þér. Og það er svipað upp á teiningnum hjá Serrano. Já, þeir eru meiri... Þeir hata beyglur. Já, þeir eru vefjukallar, sko. Þeir eru vefjukallar. Svo eru þeir líka, sko, fyrir menn sem er í makrós og svona, og konur. Þeir eru með salut líka, og þú getur farið quesadilla líka, og þeir eru ekki bara við vefjum. Sko, quesadillan er í þvælunni. Hún er í þvælunni, sko. Já, setur jalapeno, leynitrix, ég er að vinna með það. Veistu hvað, ég byrjar að gera?
talandi Serrano sko, að því að maður lappar með frá glugganum að það og hún setur eða hann setur pönnukökuna inn 2025 einmitt eða það og þá byrði hann að hamra bara á járninu fá hann bara vel krösti skilur hvað við hamra járninu með það heitt bara já bara, nei hún alltaf að opna ég bara, nei, haltu þessu opna nei, haltu þessu lóku hamra járninu með það heitt þá átti þetta mínu huga orka náttúrunar árið 2024 voru 84 milljónir kilometra eknir á rafmagni frá ON það það bil 60% af vegalengdinni til sólarinnar 110 ferðir til tunglsins og tilbaka eða 2102 ferðir í kringum jörðina. Já, þetta eitthvað svipað ég var búin að reikna út fyrir þátt, svona grófum dráttum er ég sammála þessari nálgun. Mér finnst líka, við tókum orkumálun alltaf í þættinum og þarna eins og ég kalla hann. Ég kalla hann ekki jámanska, ég kalla hann Jæ, sko. Hann hefur áhyggjur en hann sefur vært að því hann veit orka náttúruna þeirra vinna sinna vinnu. Hvort þeir að gera og gera hana vel? Príja blettin sinn vel, hvort sem það uppi hjá kringlunni eða öskulíðin góða já, nei, ég átti nú við öskulíðina eða Vesturbænum það eins og svo það Dokkubit, rafræn undirskriftagátt það getur við undirrita rafrænt frítt sko sorry, ég bara segi þetta bara já, bara, kannski fólk verið þreytt af mér ég fæ bara ekki nóg af því að undirrita hlutina rafrænt örugt, fljótlegt, þægilegt já, ég tek sko, margir halda kannski ég sé að tala maturverslun eða pizzastað eða eitthvað nei, ég að tala undirskriftir örugt, fljótlegt, þægilegt Dokkubit sko, þú veist að tala á hana að þetta var bara dotti í hendunar á okkur þannig að þú varstu opinn fyrir því að þið að fara í einhverja díla erlendis Já, eins og við sögðum á aðalfundunum í fyrra þá ætluðum við okkur að taka 30% af efnahagsreikningum yfir kannski 2-3 ára tímabil og fjárfesta erlendis. Þetta kannski fyrsta skrefið í því. Já. Við vorum búin svona byrjaðir bara að dusta ríkið á gömlum kynnum og talaði menn og það ákveðið lítil stemming fyrir retail í Evrópu. Ok. Menn hafa ekki fundið alveg svari hvernig það online versus sko bara venjulegu retail sem þú verður í búðina og mátar og inn og þeir eru bara full on retail eða hvað? Þeir eru full retail en þeir eru með litla vefverslun og það eitt af tækifærum sem við sáum að byggja hann upp að því í þessum department store búðum að þá onlineið allavega næststæðsta ef ekki stæðsta búðin. Já. Þannig það eitt af því sem við munum kynna inn á markaðin á þessu ári. Já. Þetta áhugaverð pæling sko, hvort að því að við erum með online búðir í Boost og fleira sko, en hvort að þetta sé framtíðin í department store að fara bara full on í netverslun sko? Já, þetta þarf að vera með sko. Já. Það bara krafa viðskiptavinarins það að geta verslað vöruna sem í verslunum á online svo líka vinsælt eins og í Bretlandi að fara bara í búðin og pikka vöruna og jafnvel mátana þar og skilina þá sko í búðinni þannig að þetta bara svona eitt valmöguleikin í viðbót inn í þá flóru sko. Og hver tenging ykkar við þetta sænska félag? Bara kynntust þeim að þau vorum að skoða ákveð félag saman sko. Já. Þú veist og ég hafði ekki takt frá fortíðinni einu sem hitta bara hann kemur úr úrabransanum og hann vildi kaupa af okkur Goldsmith á sínum tíma sem var skarkvöpakeðja í Bretlandi og það var held ég bara 2004 eitthvað svoleið sko. Síðan fer hann og bara gerir sitt hann svona gaman á honum, hann svona retailer á gamla skólanum og hann að því Ólians hafði verið sko algjört vandræðabat fyrir Axel Jóhansson familíuna sko það var svona gammal flaggskip og þeir mjög stórt fyrirtæki sem þau reka og stórir á matvörumarkaðinum og svona á fleiri sviðum þannig að þeir voru bara búin að tapa á þessu í ég held að það verið sko 10-12 ár
hann sagði mér söguna að sko, það hefði verið þannig að hringt í fjármálastjóran í byrju desember hvað þarftu mikið fyrir næsta ár svo var bara millifært sko. að því familien gæti bara ekki hugsa sér það að olíans yrði lokað þá kemur Ayat og bara býðst til að snúa skipinu við að fá að stýra þeim og hann hefur gert það á 24 mánuðum hann sé vel sko hann tók til og minnkaði órættið og tók sjálfur yfir innkaupin sem að nú stærsti kostnaðarliðurinn í verslunarrekstri það og gleymist oft það innkaupin, ekki launin og þannig að hann fyrir þetta vekur mikla athygli í Svíþjóð að hafa snúið þessu við kynnustónum með jákvæða verkefni og endum þarna með þetta sko það var nú svona dálítið ekki á borðinu sko sko þegar þú segir launin þá verð ég að og sorry ég sé vitni tvekja manna tal Jón Óskar segir mig þá eftir þátt að ég má ekki birta þetta og köttu þetta út en mér fannst ég hef nú ekki setið marga fundi með Jóni, ég held ég að setja eitt fund sko og þá sagði ég við erum að opna Lyfjaval Miklubraut og það lítill bílskur sem er geggja apótek og náttúrulega styrktuð staðsending og vorum að pæla í launakostnaði og þá sagði að besta við húsnæði væri að það væri bara ekki hægt að koma það mörgur starfsmönnum að inn það er það er orðnið 3 þá er allir grátt takk eina, mér langar sko ég er veltað fyrir mér að því að þið kynnist þarna þegar þið eru að skoða ákveðið viðskiptatækifæri ekki innósamt sko hvernig þegar var uppi viðskiptatækifæri þegar þú ert með þessi 30% sem þið langar að fjárfesta erlendis hvernig þröngvarinn ertu að skoða ákveðin lönd, er þetta að geirar og er mikið af þessu sem kemur til þín eða? Jú, ég meina þetta kemur þetta bara í gegnum svona kunniskap menn þekkjast við segjum við erum að leita ákveðnum tækifærum við erum buy low, sell high skrifið þetta hjá okkur og þannig heldur maður bara áfram að grafa og svo kynnast menn og svo ég og Ayat erum bara svona like-minded menn við erum svona hann byrjaði að selja úr skottinu á bílnum hjá sér þegar hann var 20 ára sko og vann sig þannig upp þú í poppinu og ég byrjaði í poppinu og þetta er bara svona menn tala sama tungumál og svo þekkja þeir menn og við þekkjum menn og þannig bara gerist þetta Gæti samstarfi gæti þið farið að kaupa kannski fleiri keður eða? Já, ég held að allavega fyrstu kynni eru góð Já Hvað myndirðu halda, ég veit ég spurði þess áðan með innó sko, þú veist hvenær fáum við Jón Ásgeir stimpilinn á það, hvenær verður þessi ásýnd komin sem hún vilt fá á félagið? Þetta minnir margt á þegar við keyptum Magasín Já það var svona svipaður sko, svipuð aðkoma allt þungt í vöfum og þegar við komin að skrifstofuna fyrst þá var hann á 5.000 fermetrum skrifstofan? Já ekki vöruhúsi og ég sem bara hvað vinna margir hérna að þeim sem að sá aldrei neitt sko. Nú er þetta komið í 90 sko húsnaði 700 fermetra skrifstofa, það var svona eitt dæmi þeir voru alltaf búin að sjá þetta sjálf 127 ára gamalt fyrirtæki með kostum og göllum sem fylgir því Ertu búin að taka símtali Jón Björns? Ég heiti Jón Björns alltaf reglulega sko. en ekki, ég hef færi ekki þetta sko. það var erfitt að fá hann til Danmerkur það var hann þannig sko. Já, ég kveitlega enda hlustum til að taka þann þátt líka hann var frábæð þáttur, geggjaði mjög skemmtileg alvöru vinahópur, Tansaníu Krissi, Jón Ásgeir og Jón Björnsson Talandi Lyfjaval húsleitin góða ESA reyðast í húsleit hjá Skel í haust vegna markaðarins með Bílalú apótek sem er alltaf risastór hérna á landi, eitt félag í honum opin spurning, hvernig horfir þetta mál við þér? Þetta er bara óskiljanlegt mál sko. ég var staddur í Ameríku þegar það var hringt í mig ég bara eitthvað strákar, hvað ruglir í ykkur ESA ekkert að koma hérna til Íslands að skoða einhver gögn hjá Skel og jú, það var staðrið að menn voru að kíkja eftir því hvort það hafi verið markaskipting í milli þess að við höfum látið Lyf og Heilsu hafa
Glæsibæinn? Nei, látið það á mjóttina og þeir hafa látið okkur á Glæsibæinn sem var alveg hérna, það sem gerðist. Já. En það var ekki þannig að segja, það var sagt við Kalla, heyrðu þú, hérna, var ekki lúr. En það sem var náttúrulega að finna við þetta, að þeir sögðu að við höfum skipt markanum þannig að einn var í lúum og hinn var í apótökunum, en þeir voru ekki búin að átta sig á því að sko öll apótök sem opna verða að vera með inngengi eins og venjulegt apótök. Þannig að þú verður að geta farið og fengið lyfjaráðgjöf. Þú getur að meira þess að Miklubrautinni, sko. Já. Ekki margir í einu, en þú veist, það er alveg hægt. Þannig að við eigum svona mjög erfitt með að skilja þetta og hvað býr þarna baki. Þú veist, það er alveg klárt að hérna menn fóru með þetta gegnum Samkeppnisstofnun sín tíma og Samkeppnisstofnun í raun féll á tíma með málið og þá eru reglurnar mjög skýrar hvernig hérna, næsta skrefið er. Þannig að það sem að þeir voru, það hefði allt gerst ákvæmlega eins og það var kynnt fyrir Samkeppnisstofnun. Þannig að það er engin markaskipting eða neitt slíkt sem að er hægt að fara út í. Nei, sko, þú talaði að það kemur nýr smásölurissi í retail á Íslandi á 25 ára fresti, það er gerð húsleiti á þér á 5 ára fresti eða hvað? Já, það verður gert áður. En þetta hlýtur að hafa verið óþægilegt, þetta er svo skrítið mál allt saman. Já, ég held að bara viðskiptalífinu almennt á Íslandi hafa bara brugðið. Veist, að ESA gæti í raun gert þetta, sko. Veist, að hérna koma inn með offórsu og látum og hérna fór síðan samt, þú veist, það var samt góða við það búin að renna 2 grímur þegar þeir voru að skoða það. Já, eða það? Já, það er klárt, sko. Veist, þetta var alveg ekki hérna heldur bara að það er vitlaust hús eða eitthvað? Nei, bara svona mál, veist, eins og það veit ekki að þú veist, þetta að apótek og bílaapótek er í raun sami hluturinn, sko. Já. Það er bara eina sem er bætt við, það er lúurnar, en það er inngengni, þannig að við gátum ekki skipt markanum þannig að það var ekki hægt að gangin í okkar apótek, sko. Nei. Þannig að það er svona... Já. Sko, þetta er með því furðulega sem maður hefur séð. Já, getum við ekki bara sagt að menna trúveruleiki ESA kannski beðið smá hnekki út af þessu máli? Þetta leitur ekki sérstaklega verið út fyrir það? Nei, en það sem maður sko, maður var samt erfitt að trúa að þetta hafi dúkkað upp á borðinu í Belgíu. Já, það er einmitt næsta samsæriskenning. Almennt talaði að Árni Páll Árnason, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, sem er fulltrúi Íslands í stjórn ESA, hafi verið á bak við þessa aðgerð. No comment. No comment. Þá spyr ég, er ESA og mögulega Samkeppniseftirlitið, er þið ekki bara komin langt út fyrir sitt valdsvið? Það eftir að koma í ljós, sko. Veist, að hérna þetta er allavega þeir sem skoða þetta og jafnvel fólki sem hefur unnið hjá þessum stofnunum í gegnum tíðina reika upp stóru og skilja ekki hvað snýst máli, sko. Að því sko þetta þannig að líka viðskipt á milli markaðan, sko. Ég held að verið þannig að það sem að Lyfjaval hafi keypt beint á öðrum Evrópumarkaði eða samarkaði hafi verið 11.000 eurur. Já. Sem voru heldur grímur. Þannig að þetta er furðumál. En er þetta case closed? Er þetta búið? Nei, ég meina við vitum, sko, það sem ég veit þegar svona mál byrja og menn finna ekkert þá þagna þau þáka til að menn geta viðurkennt að hafa gert mistök. Þetta er því miður þannig að sko, það er ekki þannig að þegar yfirvöld farið svona aðgerð þá eru þau eiginlega komin á þann stað, sko, þau verða að sýna fram á að þarna var eitthvað, sko. Og síðan er náttúrulega bara komast með hérna bara því að þetta var ekki þannig eins og þeir lögðu upp með, sko. Þá er málum, sko, bara frestað, skoða eftir, menn hafa svona langan málstíma til að skoða eða rannsóknartíma, og það er náttúrulega bara mjög slæmt fyrir alla. Við sjáum þetta hérna á Íslandi, máltaka í rannsókn 6-7 ár með tilhörandi óþægindum fyrir þá sem að í því lenda og síðan stundum fellt niður og eftir þann tíma þá er kannski komið nýjir rannsakendur og inni farnir og það þarf enginn að segja
ég kom ekki nálega til þetta, bara fyrirhandi starf. Það líka alveg hægt að bera þetta saman við bara bauksmálið upp á það, þú veist, bara sláttu vel að dæmið og allt það, sko, ég meina, eins og þú segir, sko, ef þú ferð inn með svona offorsi og svo kannski 8 ára bara, þetta kannski ekki alveg svo ég held, en þó ég verði eiginlega að finna eitthvað. Já. Og það náttúrulega bara þannig að, sko, það engin ábyrgur. Veist, það engin dregin til ábyrgðar, við sáum bara þessi mál á Íslandi, ég hef þurft að fara með mál til Evrópudómstólsins og vinna við þar og það þurft að leiðrétta mál í stórum stíl á Íslandi, en það engin ábyrgur fyrir þessu, sko. Nei. Í Bandaríkjunum það þannig að saksóknari fyrir við strikið, þá getur þú bara farið eftir þeim ágæta saksóknara, sko. Einmitt, hérna þetta bara, þetta var Já, þetta dálítið þannig, sko. Það þarf náttúrulega að vera einhver, sko, það þarf einhverja kontrólar, sko. Já, bara klárt mál. Það bara þannig og þetta, normennir hafa gert þetta ágætlega, þeir hafa sett, sko, tímalengd á rannsóknir, sko, í samkvæmsmálum og efnahagsmálum. Já. Þannig að það nú eitthvað sem bara svona fyrsta skrifa til að taka upp, sko. Já, mér langar einmitt aðeins að staldra við Borgartúni, samkeppniseftirliti, sko, við erum aðeins búin að tala um ágjöra nálgun samkeppniseftirlitsins á eftirlitshlutverk sitt, sko, núna er auðvitað samkeppniseftirliti að pönkast í Styrkási, komið í veg fyrir kaupa á Krafti og Búvís og svo framvið, sko, ég held að mikið hlustandi veit ekki hvað Búvís er, sko, en samkeppniseftirliti, þeim fannst það alveg hræðilegt. Já, það alltaf var ekki úr kaupunum. Nei. Það er ekki bara að leggja þetta niður? Búvís eða samkeppniseftirliti? Samkeppniseftirliti, ég ætla ekki að leggja Búvís niður. Nei, ég vonandi ekki. Ég held að þurfa að skilgreina betur, hvað eftirlitið á að fylgjast með, sko. Á það að vera bara partur af M&A, eins og þetta er orðið hérna á Íslandi, það einhvern veginn allir bara byrja á því, hvað segir Borgartúni við þessu, sko. Að því, sko, það er þannig að samrunni þarf ekkert endilega að þýða að það sé slæmt fyrir neytendur. Nei, ekki bara þvert á móti, kannski? Ég myndi halda það. Já. Ég held þetta með þess að samrunni bónus og hagkaupa á sínum tíma hafi verið mjög góður fyrir neytendur. Það lækkaði verið á báðum stöðum. Þannig að það verður líka að horfa til þess, Ísland er lítið land en það er þess vegna skiptir meira máli að ná fram hagræðingu í þeim rekstri sem er. Og svo gleyma menn, sko, bara hvernig markaður haga sér. Ef einhver ætlar að fara að taka snúning á markaðinum, þá er það nokkuð ljóst að aðgengi inn á flesta neytendamarkaði hérna á Íslandi er bara mjög auðvelt. Þannig að markaðurinn mun búa til nýjan aðila. Já, hann sér lausnina sjálfur. Já, ég held að þurfa ekkert að fara í einhver svona alltaf finna það út að það sé slæmt að fyrirtæki saman. Ég setja einhverja byrðaráðar sem er slæmt fyrir neytendur. Ég er hjartalega sammála Jóni að það, ég menna, við erum hægri menn hérna allir, sko, markaðurinn sér sína, sko, hann er bara alltaf sínt sig. Já, hann leysir þetta bara sjálfur. Ef einhver ætlar að fara yfir strikið, þá bara kemur okkur annar og bara lengir þið, sko. Já, maður velti líka fyrir sér, sko, ég skil alveg að kannski verða of gróft hjá maður að segja að leggja samkeppniseftirlitið niður og maður átti sig kannski á því að það var ekki gott kannski bónus og krónan fær að sameinast núna, en til dæmis bara eins og með samkaup og heimkaup, ég veist að þetta þyrfti að vera miklu stærri samruna til að sé eitthvað stofnun að skoða þetta. Já, svo held ég líka stofnun sé í að eyða miklu tíma í lítil mál, sko. Majónesmálið er nú eitt, sko, og svona mál taka náttúrulega tíma frá þeim og sem ætti kannski að fara í stæðstu málin, sko. Já. Það sem að aðgengi inn á markaðin er erfitt og erfitt að búa til samkeppni á móti einhverjum aðeilum sem er að sameina, sko. Það er svona, mér finnst þetta færeska nafnið á samkeppniseftirlitinu, keppniseftirlitið, fylgjast með keppninni, sko. Þegar hún er í gangi, ekki vera, sko, að skipta sér að hvernig keppnin byrjar, sko. Heldur fylgjast með þegar að er búið að sameina eða hvernig sem það verður, eða hvort að eitt fyrirtæki er orðið stórt, eftirlit með því, eftirlit með markanum. En mér finnst þetta að
eftirliti þurfa svona aðeins að skipta gírvarandi það að vera bara orðin einhver svona stóri partin í öllu M&A á Íslandi. Algjörlega, vel svarað. Ég ekki fara að vinna á Samkeppniseftirlitinu held ég. Mér langar að fara aðeins yfir í það. Ég bara segi það að þetta er stofnun sem þarf að vera 100%. En ég held að hún þurfi bara að það er einhvern veginn að endur fókusur þetta. Já. Og það þarf að horfa á neytendamarkaðurinn er ekki bara ekki alveg eins í öllum kategórium. Nei. Hann er bara misjafn sko. Og kannski var ég bara bestast þetta litakóta matur er blár og þá fer hann í sérstaka rannsókn og svoleiðis sko. Þetta sé einhver svona leikreglu sem markaðurinn skilur. Að því stundum fer bara eitthvað í gegn sem að bara, hvernig fóð þetta í gegn sko? Og stundum er bara sambarilt mál bara kert í kaf sko. Það er það sem að ég held að viðskiptalífið vilji fá skilja leikreglunar hvernig þetta er. Já, ég er að telja núna að það er ekki nema 30 starfsmenn hjá Samkeppniseftirlitinu, þannig að það er það hljóta einhver að vera eitt að blýjanta, það hlýtur eiginlega að vera. Nei, kannski þetta ástæðan fyrir að Majónesi máli þeir ætla bara að taka öll mál sem þeir fá. Já, ég meina, maður sér alltaf það gengur svona ágætlega undan þessu 30 manns. Þeir alltaf taka rosalega mikið af málum undir sín. Sko. Já, reyndar. Undir munni. Og síðan það er aðeins að pæli hámars upphæðum hvenar stærð viðskipta, hvenar eiga þau að fara til Algjörlega. Er þetta ekki líka bara að því að þarna, ég man ekki hvort að veri Ármann eða Lára sem sagði að það veri deal junkie, þetta er ekki mín orð, sko það er ekki M&A hvetjandi með þetta batteri við hliðina á sér. Er þetta ekki bara frekar fælandi? Þetta allavega svona ég held að á mörg skipti hafa þetta komið í veg fyrir hagræðingu sem hefði skilað sér til neytenda. Nákvæmlega. Þetta voru góð lokaorð. Þegar Jónski mætti síðast til að vera 2,5 ára síðan þá kom einhverja 17 fréttir í kjölfara viðtalinu sem var skemmtilegt og hann fekk mikla athygli. Þetta skemmtilega viðmælandi. Mér langar að tala um erlenda fjárfesta og bara vegferð skeljar almennt. Síðastur að komast til okkar sagði að markmið skel var að fá erlenda fjárfesta af félaginu. Eru það vonbrigði að erlendi fjárfestar séu ekki búin að fjárfesta í meiri mæli beint í skel? Sko, erlendi fjárfestar eiga, ef ég man rétt, 8,5%. Og það er nú bara mjög gott með að marga. Og þannig að við erum alveg svona þokkalega sáttir. Við myndum vilja sjá meiri erlenda fjárfestingu, ekki bara í okkar fyrirtæki, heldur bara almennt sko. Ég held að það er nú eitt af því sem margar þjóðir leggja mikið metnaði að fá erlenda fjárfesta inn. Íslendingar hafa svona alltaf einhvern veginn haft svona horn í síðu. Það séu vondi menn aldrei? Já, en við ekki gleyma því að kemur óbúslega þekking með erlendri fjárfestingu. Það koma nýjir siðir, ný verkefni, öðruvísi nálgun. Þannig að erlend fjárfesting er oft bara viðskiptaskóli fyrir fyrirtæki sko. Þannig að er ekki líka bara holdt fyrir okkur eins og segja? Jú, en við erum alltaf með svona barriér sem er krónan. Hún er ekki að hjálpa okkur að laða erlenda fjárfesta. Ég held að erlend fjárfesting væri í miklum blóma ef við værum með gjaldmiðil sem að fjárfesta skilja. Já, ég trúi því vel. Það er náttúrulega það sem að er svona mesti barriérinn í erlendri fjárfestingu. En mér kemur það alltaf rosalega óvart hvað íslenskir til dæmis stjórnmálamenn gera lítið úr þessu. Í gamla dag var þetta náttúrulega bara að fá álverin bara svo menn myndu survive og búa til atvinnulíf og slíkt sko, en það var alltaf gert með því að gefa þeim rafmagn í 15 ár og eitthvað slíkt. Þannig að ég held að við þyrftum að fá svona almennt meira inn erlend fjármagn.
Sko, nú mikið gagnrýnt að hafa ákveðið að kötta niður markaðsbudgetið sko, til Íslandsstofu að markaðsetja Ísland. Hvernig markaðsetur maður sker fjárfestingafélag erlendis? Það tekur bara tíma, sko. Já. Þú veist, við höfum nú sagt að við séum ennþá tilraun á markaði. Það hafa svona félag á markaði, það er einn stór eigandi að félaginu. Þannig að en við höfum alveg fengið spurningar um þetta en síðan líka lítil velta á íslenska hlutabréfamarkaðnum. Það kemur náttúrulega mikið til að lífeyrissjóðirnir er ekki mikið, þeir eru náttúrulega stóri fjárfestar en kannski hreyfa ekki fjármagni mikið. Já, og það má kannski taka til það og kannski valjúð í skel, engin fjármálaráðgjöf en ég er alls ekki að gera lítið úr lífeyrissjóðum með neitt sko, en þið getið hreyft ykkur töluvert hraðar heldur en félög sem eru meirihluta eigu lífeyrissjóða? Ég held að það verði alltaf sko. Við byrjum bara að tala um kaupfélagið og Þýska ríkið, þetta er svona þessi stig sem að það er ekkert skrítið að lífeyrissjóðu séu hægar heldur en einhver sem geta bara ringt sér saman á kvöldi og keypt á mótni sko. Það er ekki þeirra, þeir get ekki gert það þannig sko. En þannig að þessi blanda er fín að hafa lífeyrissjóði og enga fjárfesta. Já, og ég held að þú rætt að segja eftir að komst, þú vilt hafa hybrid mótil, það er ekki gott að vera bara með lífeyrissjóði í eignarhaldinu. Nei, það er bara, ég held að okkar hlutafa, ef við horfum við það eru einstaklingar, það eru lítil fyrirtæki, það eru lífeyrissjóði, það eru erlendir aðilar og svo jáðan fjárfestar sem að leiða félagið. Já, algjörlega. Sko, þú talaðir á honum ég var að spyrja út í erlenda fjárfesta, sko, þeir eru búin að vera í alls konar samstarfsverkefnum við erlenda fjárfesta og það er bara gengið vel. Sko, það er eitt sem ég langar að leyfa þér að tala um sem er áhugavert, sem er þetta ICE-JVAF EHF með Iceland Foods. Við spyrjum bara því að mikið af hlustendum kannski er ekki alkunni í þessu. Hvaða fyrirtæki er þetta? Sko, ég keypti á sínum tíma Iceland 2004 og síðan þá hann það liðið 20 ár og ýmislegt gengið á. Á þeim tíma hefur Iceland vörumerki verið að styrkja sig mjög verulega og ég hef nú alltaf verið að halda því að stjórnendum Iceland sem hafa náttúrulega fullt í fangi með að reka sína 1000 búðir í Bretlandi að vörumerki væri þessi vörulína Iceland væri orðið eitthvað sem væri hægt að gera sko global. Já. Og þeir segja ok, gott og vel, þegar ég voru komin í 7. skiptið, sýndu okkur þá hvernig það á að gera þetta. Þannig að þá ákveðum við að setja saman félag og svona byrja á Norðurlandamarkaðinu. Iceland vörumerki hefur til dæmis verið á Íslandi mjög lengi. 2012 eða 13 nei, líka 2011 og hefur bara selst ágætlega á Íslandi og þannig að markmiðið með þessu er sem sagt að selja vörulínu Iceland til sambærilega keðju bara eins og eru á Nordic markaðinum, Danmörku, Svíþjóð Noregi og af því að þetta er svona kategóri sem er svona í maturverslun chaotic. Já. Ef þú bara ferð í maturverslun og horfir í frystinn, það er alltaf eitthvað svona gúlla sko. Það er öllu hrúa saman og Þetta er mest frostíða með ekki? Þetta er, það sem við erum aðalega að fara fram með er frystilínan. Já. En þeir eru mikill vöruþróun, eins og all smásölu fyrirtæki að búa til sín eigin vörumerki og standa þannig sjálfstæðir stórmerkjum og þannig að ég hef sagt við þá að það er alveg tækifæri að selja Iceland vörur í sama magni globally eins og þau selja í Bretlandi sko. Þannig að 4,5 billjónir glóbalmarkaðurinn ætti að vera mjög auðvelt reach. Já, sko Iceland gengur líklega betur upp sem eitthvað vörumix í einhverju búðum frekar heldur sem sér eining eins og samkaup gera þetta. Ég hef alveg trú á því að það er rétt gert og það sýndi sig þegar Árni Pétur
rækast af verslanir, það gengur mjög vel sko. Já. En líklega hefur Samgöngur keypt það til þess að merkja þær öðru vörumerki. En þannig ég held, þú veist, þetta svona tilraun. Já. Þú veist, Er þetta eitthvað byrjaði? Já, þetta er byrjað sko. Já. Þannig að, þú veist, menn bara, þetta er náttúrulega tíma að komast í kynni verslanir og það sem er gott, þetta er kaupmaður á móti kaupmanni, sem maður kalla það. Já, sleppið millilöfum. Já, þú veist, þá eru þeir tala líka bara sama tungumáli sko. Já. Þeir skilja, þú veist, ef að fyrirtæki í Svíþjóð segir við fyrirtæki í Bretlandi, getur breytt pakningun í svona því að, þú veist, passar ekki, ég er með minni verslanir og veist, þetta er miklu fljót gert heldur en ef þú er bara með einhvern stór brand sem að þarf að fara í gegnum marga leira til að leiðrétta sig sko. Þannig að, þú veist, þetta er bara svona áhugavert, líka bara áhugavert að vinna með Æsland-strákun aftur. Þannig að ef ég kaupi núna Æslandvöru, eru þið semst leyfishafar af þessu núna öllum? Við erum að taka yfir að vera leyfishafar á öllum Norðurlöndum. Já, þá veit ég hvað fristir minn verður stútfullur á morgun. Já, þetta er bara ágætt svara líka sko. Já, er það ekki? Ekki glemma því sko. Já, tilbúin, já, þetta er geðveitt sko. Mér langar að spyrja það mjög opinu spurningu sko, vegferð Skeljar, ég meina þeir eru búin að rjúka upp sinni fenguðu síðast, þeir eru að slá í 20 í gengi. 20 múrin, já. Sko, já, ég ætla ekki að segja þetta, ég segir þetta eftir þátt sko, ég seldi í 16, ég segi þetta bara. En ég fór inn í 12, sko, maður þarf að selja líka. Já, maður þarf að selja líka, buy low, sell high. Sko, ertu ekki bara svona, ef ég hef spurt þig, þegar kom síðast fyrir 2 ári síðan, Skelverður á þessum stað, sátur? Jú, ég meina, þetta er bara gengið sko, heilt yfir ágætlega. Og við félaga á ennþá mikið að taka fyrir. Já. Þannig að byrju svona, jú, það er alveg... Það er ánægð, þú veist, þegar gengið þróast upp eða sko, en það er ekkert langt síðan að vera 11 eitthvað. Já, ég veit það. Þannig, þú veist, og við náttúrulega sko döðluga marka hverju sinni, þú veist, það er ómögulegt að vera að horfa á skjáinn hálfan daginn, það er betur að horfa á prótestið og bæta það. Play. Geggjuð áætlun til Spánar og Portugal í sumar. Portugal. Við erum svolítið búin að horfa í Faro. Ég held að það væri Egyptalandi, Faro. Já, það er í Portugal. Það er í Portugal. Og svo er ég nú alveg að hóta Marrakech. Já, ég er svolítið, sko, ég veit ekki hvað það er, en mér langar svolítið til Antalya í Tyrklandi. Antalya, já. Já, veist, það bara play, ég fótti Fuerteventura í jólum, það er geggjaður staður líka, ég er ánægð með playerana, þeir eru að fara á þeir eru að prófa nýjar og different vittir og ég elska play. Já, maður er spenntur að kíkja til Barcelona með play í sumar og það er verið að gefa það flug. Já, það er bókstæðilega verið að gefa flug. Hvað varst að segja okkur í þættinum í gær með 25 Barcelona eða ekki? 25 skall fram og tilbaka. Jesús, ekki hægt. Nei, ég legg ekki meira á okkur. Lengjan, settu spenni í leikinn og tippa á lengjunni og styrtu íþrenst íslóttalíf í leiðinni. Íþrenst íslóttalíf. TM, þegar þú og þið vex og dafnar í lífinu þá þá er gott að vera á TM þegar einhver færist eitthvað í fang, eitthvað óvænt. Já, bara basically bara það er mikilvægt að tryggja sér rétt. Já, allir þurfa að tryggja sig, þannig að fyrsta símtara það er alltaf í TM og í guðanabænum að þú ert einhvers staðar annars staðar taktu símtali. Já, allt sem er grænt, það er vænt, maður læri það snemma og það er engin undantekning á TM. TM.is Kontakt fyrirtækja ráðgjöf, hefur umsjón með kaupum og sölum á fyrirtækjum. Já. Rekstrareiningum. Já, þeir eru aftur að ég veit að það er mikið að business tengjandi hlustundum. Sko. Já, eins og elsta og virtasta. En fólk þarf að vanda sig og það þarf að fá alvöru fyrirtækja ráðgjöf með sér í lið og þá er kontaktmálið. Já, þú vilt alltaf fá utanaðkomandi aðila til að fá verðmat af fyrirtækið. Já, einmitt, bara alveg hlutlaust. Ef þú ert að selja, þá ertu á náinni. Já. Þú ert ekki að meta hlutlaust og síðan ef þú ert að kaupa þess á heldur að fá annað álit og hvað það frá sérfræðingurum. Já. Sút upp. Herra þetta verslun staðsett að Bólholti 4. Vandaður herrafotnaður fyrir karlmenn á öllum aldri. Já, útsalan búinn en þá segir Hold My Beer, það er ný lína liðinni. Hold My Spetsetta Beer, þeir eru náttúrulega með sinn eigin
Já, þeir eru með bjóri, auðvitað, hvað spyrir? Hold my Spezetta beer. Já, ég segi samt sko sem bútvar maður. Já. Einbyttu ykkur að jakkavættunum. Við drekkum bútvar. Já, bútvar, hann eiginlega engum líkur. Tekniska gullið. Jónáski, hann var mökkari þetta. Já, það var ekki sjón að sjá hann til lögin. Hann var mölvaður. Djók, við erum að grínast. Ef við kenna alveg fúslega, hvað kíkjur ofta á gengið? Ég held að það sé nú ekkert óbúrslega oft, en það í símanum, þegar ég tek hann upp, þá sér maður svona þetta helsta sem maður að fylgjast með. Já. En ég fylgjast með mörkunum, bara, ég alveg sigur það. Já, sko, þú talaði á honum, þetta væri eiginlega ennþá bara einhver tilraun sem í gangi hjá okkur, hvort það sé hægt að vera bara með fjárfestingafélag sem ekki í deili rekstri í Kauphöll. Hefur þetta verið gert áður í Íslandi og ég meina allavega tilraunin lítur vel út sófar? Ekki með þessum hætti sko. Það má alveg segja sko, þegar við tökum Haga á sínum tíma á markaðinu, þá var Haga náttúrulega orðið sko, fjárfestingafélag og var skráð og var komið í fjárfestingar í Bretlandi og víðar og svo það tekið á markaði og bara innlenda starfseminn síðan skorin frá og búið til fjárfestingafélag. Þannig að en ekki með þessum fókus að vera með skráð fjárfestingafélag sko. Ég held að það sé ekki allavega minni með ekki svo sé ekki sko. Stefnan líklega ekki að vera með 5.000 fermetrarskrifstofa fyrir skel? Nei, ég held að við erum að minnka hana sko. Ég verður að segja það áskýrið þetta hús sko. Það sama það má alveg segja í dag sko sama upp á teinunum og í Lyfjaval á Miklubraut. Það að segja, það komast ekki fleiri starfsmenn inn á sem mikla besta leiðin. Sko. Loka spurning var þetta, ég meina, kemur óvart á hverjum degi hversu öflugur Ásgeir Eik fyrir þér? Ásgeir mjög duglegur. Og teimið hans. Já, teimið hans. Hann búinn að byggja upp alvöru teimið hann. Þetta bara flottur hópur. Já. Og það, það gleymist oft í þessi hluti gerast ekki sjálfum sér og það rosalega gott fyrir fyrirtæki sem við eigum að það sé einhver að horfa hvað eru framtíðartækifærin og hvað að við erum í svona buy and build strategíu það tekur fókus frá stjórnendum á daglegan rekstur ef að þeir þurfa að vera í því þannig að þegar það er búið að finna tækifæri þá koma stjórnendur fyrirtækina að því að segja já þetta passar eða passar ekki en það hefur sýnt sig hjá okkur að vera með öflugt teymi að finna leiðir að því hvernig hægt að láta fyrirtæki vaksa með að kaupa önnur það hefur bara gengið vel. Já, algjörlega, kannski einn sem ég með sem sko hafa mætti til okkar alvöru daginn Kristinn Már Gunnarsson. Kristinn Már? Þið eruð komnir í samkeppni við Amarok. Já. Þetta var Þú verður að segja okkur hvernig þetta kom upp. Jú. Þetta er eiginlega meira random heldur en allt annað sem við erum búin að nefna sko. Já. Farið til Tansaníu var hann kannski ekki á listanum sko. En Ditti og ég hef gert viðskipti í gegnum tíðina hann var stórtækur á sínum tíma í Þýskalandi var umboðsmaður fyrir bestseller í Þýskalandi og tók mörg af vörumerkjunum sem við vorum með í Bretlandi til Þýskalands og svo bara hefur kunningsskapurinn haldið áfram síðan fyrir að tala þetta Tansaníu mál og maður fannst þetta bara algjörlega galið hvað er maðurinn að fjalla en það endaði með því að ég og Raggi vinur minn það var svona slá í ferð Tansaníu það var ég myndi ekki fara marga svona ferð en við fórum þarna niður eftir og svo bara þegar maður kemur þarna þá verður maður bara dálítið hissa sko. Hvað þvílíkur landgæði og auðlindi sem þeir sitja á sko.
þú veist, hvort sem það er strandleikjan og fiskimið þar fyrir utan eða bara orkumál þeir eru með geta unnið með mikið af gasi, þeir eru með náttúrulega frábæran tækifæri í landbúnaði veist, það vex allt þarna sem þú bara getur látið detta í hug og síðan eru þarna góðmálmar bara á yfirborðinu sko. Já. Og það er það sem að Diddi var búinn að spotta í gegnum hans skólafélagið ekki? Jú, hann var hann í skóla og var bara í reunion þegar þetta var svona kynnt fyrir hún og Diddi hefur sem sagt unnið þetta mikið með þýska sendiráðinu hann býr í Þýskalandi og hann núna kallaði til alltaf þegar þjóður vilja gera eitthvað í Tansaníu þannig að þeir hafa mikla mætur á honum að þetta sé hann sé að vinna gott mál og hann hefur líka að því að hann var í skóla þá hefur hann líka verið að vinna fyrir samfélagið opna sinn skóla og þannig að hann ekki eins og kannski menn vilja meina Kínverjar þegar koma inn í þessu lönd að þeir kaupa ekkert enga vinnu af lokal fólkinu þeir flytja allt inn sjálfur fyrir sjálfan sig og fara síðan með það í burtu. Þetta stendur ekki á sama sko. Nei, hún stendur ekki sama. Þannig að það er gott mál að vinna þetta með lokal fólkinu eins og hann að gera þetta. Þarna eru náttúrulega bara komin þegar sagði mig konan sem átti hótelarnir hún sagði fyrst komið svona middle-management að hún fekk námsfjöldin sína og svo sagði núna eru konur the corporate CEO og þá er eitthvað að fara að gerast og það var náttúrulega rétt hjá henni bara það sem er búið að gerast á 24 mánuðum er ótrúlegt í þessum landi hvað erlenda fjárfesting hefur komið að neinn þetta er náttúrulega friðsælt land búið að vera það meira og minna frá 1960 og margt áhugavert og ég held fólk svona tendisanir eru að líta niður á Afríku sem viðskiptaland en það er í mínum huga er ekki nokkur vafi að Afríka verður eina auðvasta heimsála landsins heimsins áður og langt líður þarna eru bara svo rosaleg auðafi í jörðu og í sjónum og þannig að það er þeir hafa náttúrulega ekki gengið vel að vinna saman en ég held að það er kannski það sem fólk hræðist einhver spillingamál og svona Jú, ég meina það er stærstu fyrirtæki heim er að eiga viðskipti þarna og þannig að það er spilling alls staðar svo er það hvort sem það er í Bretlandi þetta er því miður eitthvað sem þrífst á mörgum stöðum fyrir áhuga saman hlustandi þá var þetta þáttur nummer 190 og hann var geggjaður fyrir alla til að taka hann hann talaði um þættinum, hann var eiginlega bara að gefa ykkur þetta fyrir 300 mínútur Já, hann segi það hann ég síðast í gær þegar heyrði hann sagði bara þetta verðmænt að skeli bara joke með að við hvað verður hann sagði þetta einhvern veginn svona sagði hann þetta já, ok hann sagði því að hann er söluböðu hann sagði eftir þáttir þá tala hann sagði þetta skeld þetta er bara joke þetta er spennandi þetta er kannski við erum óvenjulegt félag og mönnum fyrst þetta svona dálítið djart að fjárfesta þetta en þegar þú fer að skoða þetta og hvað er auðvelt að nálgast efnin eins og Diddi lýsti svona miklu betur ég kann að gera að þá er þetta algjörlega amazing Já, ekki þáttu snúum sem Tansaníu en er þetta eitthvað progress eða er þetta eitthvað Já, ég meina hann er að fullu að undirbúa að setja upp veggsmiðu í
Tansaníu og fara bara á fullt í vinslu. Já, spennandi. Virkilega spennandi, fyrst konur í geopolítikina, við tölum aðeins íslensku krónuna áðan og að það væri mögulega aðgangshindrun fyrir erlenda fjárfesta á markaðinu á Íslandi. Nú er Ekki mögulega, nei. Aldrei alltaf laust var. Já. Núna búið ríkisstjórnin þjóðaratkvæðagreiðslu ESB. Verður til í að gangi í Evrópusambandið? Þú veist, það er margt verra. Þú veist, og mér finnst allavega sko að mér finnst gott mál að bara að leyfa þjóðina að taka ákvörðun sko. Já. Þú veist, ekkert að vera að hafa viti fyrir henni, heldur við bara ekkert að borðið, þetta í boði, þú veist, og svo verðum við bara að kjósa þetta sko. Og vona bara að þú veist, fólk verði vel upplýst áður en að til þess kemur sko. En eins og ég oft sagt, þú veist, ef að örmynd væri það besta fyrir lönd að Manchester væri með 7 pund og svo framvegis sko, að þá væri náttúrulega það algengt sko. En veist, ég held að veist, þetta tala krónan sé getur tekið þessar sveiflur og það, jú, það er eitthvað til í því, en það verður að setja vogarskálinu hinum hvað er þetta í raun að kosta. Hristir á hausinn þegar heyri sjálfstæðismenn tala hvað þetta er frábært gjaldmiðill? Ég meina, hann hefur alveg virkað. Vist, það er það sem er á ber og bor sko. Það hins vegar útilokar ekki að það sé eitthvað annað sem er betra. Einmitt. Þannig að við erum að leyfa þjóðinu að kjósa sko. Já. Reyndar, sko, einmitt margt verra sko maður spyr sig samt evran, er það svæði sem við viljum veðja á? Bara kannski opin spurning, maður sér reglufargani að Þýskaland er orðið þungt í vöfum, hagvöxtur fer minkandi, Kína spennandi hlutir og Bandaríkin hvað var að gera greint og annað. Jú, veistu, það er ákveðin hætta sko að Evrópa sé að breyta sér samt. En ég held, þú veist, að það eru samt miklu möguleikar og við sáum þegar Grikkinni lenda í vanda og það var sagt, þú veist, að þá þeir var líklega ennþá að spila úr því, sko, hefði þeir ekki verið í sambandinu, þú veist, og það er alveg ljóst að þetta er líka á stöðuleiki í bara heims samfélaginu sko. Veist, þetta samband, veist, ég held að Bretar hafi gert mistök að kjósa þessu út úr þessu og það eru flestir í viðskiptalífinu sem viðurkenna það. Já. En eins og munum menn ekki sjá það allavega á þessum áratug að menn kjósi aftur um aðild sko. Þetta voru mikið mistök fyrir þá. Já. Og þannig að við sjáum það er ekki mjög víða sem er háara raddir það að fara úr bandalinu. Það er þetta frábær punktur. En við vitum ekki, sko, kannski verðum við borðað State 53, sko, þegar Trump er búið með Kanada og Grænland, sko. Já, svo er það, sko. Svo er það, sko. Maður veit ekki. Dollarinn er fýll líka, sko. Já. En það er bara flóknara mál. Já, einmitt, svo er það. Þar maður að fara í ESB. Þessi lönd sem hafa tekið upp einhliða það hefur verið basl, sko. Já. Er ekki bara hægt að kippa okkur inn með Grænlandi? 52? Já. Jú, veist, hann er alltaf að tala um Kanada líka. Þetta er mjög athyglisvert, sko. Já. Veist, og verðum við fróðilegt að sjá hvernig þetta spila, sko. Kannski algjörlega out of topic, sko, við vorum að ræða þetta við Leifur í gærkvöldi, sko, maður var svona Trump, það er gaman á honum og svona, og svo núna þegar þetta er að gerast einhvern veginn, þá er maður smá orðið bara svona, hvað er að frétta? Já, þegar þetta komið svona nærri manni. Já, veist, þetta er nú ólíkjendum hvað þessi maður hefur spilað marketingið vel, sko. Já. Þetta þegar maður sér bara, hann er búin að ná báðu deildunum, hann er bara með flokkin í sinni hendi, hann er með Hæstarétt, hann skipaði þá meira og minna þarna í fyrsta ránd
og hann náttúrulega með ótrúlega mikil tól í hendi sem hann sko fyrrverandi forsetar hafa ekki haft. Nei. Þess að mun hann geta gert svo mikið sko. Já. Þú veist, bara hann falli ekki í það að breyta því að forsetan með verið á 3 tímabil sko. Þú veist, en ég held að Bandaríkjamenn munu ekki leyfa það sko. Já. En þetta er alveg ótrúlega að sjá þetta sko. Já. Bara með hvernig, þú veist, þegar við sáum það sem gerist þegar hann var að láta völdum. Já. Það var enginn sem dattaði í hug. Það var bara kæmið til greina Já. að þessi maður verið aftur forseti. 4 árum seinna. 4 árum seinna, Já. algjörlega. Veistu, og ég var einmitt í Flórída í október. Já. Og þá fylgdist maður aðeins með þessu og var svona að tala við fólk. Og þá sagði ég bara, veist, hann er að sko, fara yfir 300 markið easily, sko. Veist, að ná kjörmunum. Já, sko. já. Veist, að mann held þetta er eitthvað tæft, en það voru allir algjörlega á því að þetta eru stórsigur sem það var, sko. Þetta er ekki áhugaverið punkt sem Jón er að koma inn og hann náttúrulega ræður miklu meira heldur en fyrir fósettar sko, þannig að hann getur að gera það sem við. Það er, hraðahindranir eru bara miklu færri. Já. Þú ert með svona mikil völd í flokknum og þinginu, að þá getur þú unni miklu, Obama var flottur fósetu alltaf, en hann var alltaf í vandræði með þingið. Einmitt. Og sitt á pólitíkina, sko. Heldur þú þurfum að hafa áhyggjur? Nei. Ég held ekki. Nei. Maður sé, viðskiptalegi í Bandaríkjunum sem er nú örugglega eitt af besta í heiminum, myndum við segja. Þeir allavega hafa trú á þessu. Já. Og þetta er nú engir vitleysingar þarfar, sko. Þannig að, maður finnst svona neikvæðu raddirnar bæði hjá almenningi og viðskiptaleginu vera sko miklu minni heldur en voru á fyrra kjörtímabilinu. Já. Er þetta kannski bara þegar að slúta þessu stjórnmálafræðingur Jón Ásgeir með okkur sko hann getur ekki tekið bara yfir Kanada og Grænland hvað? Nei, ég held að gera það ekki nema að beita hervaldi sko. Það er bara þannig sem er hann bara að viðra þetta og... ég veit ekki hvort hann kemur með herskip og lætur hver Grænlending hafa $1 million í skiptum fyrir passan, veistu hvað er það? Ekki 5 billjónir eða svona. Þannig að hver veit sko. Já. Það er ein hugmynd sko. Það er dýrara þá að kaupa Ísland og Kanada sko. Sérstaklega. En bara því við erum að tala sko dílakalla, díljöngi sko, og þú nefnir að Trump hafi verið mættur 4 árum síðar, bara saga þessa manns, hvernig hann fjármagnaði Grand Hyatt hótelið til að byrja með upp úr engu einhvern veginn. Þetta er magnaður gæi sko. Já, það verður ekki tekið á honum. Hans bresti sko. Já, ég held að þetta verður seint leikið eftir. Já. En yfir í... Þetta var Trump-hóðnið. Hann er með sína galla. Já, klart mál. Yfir í orkuskipti á Íslandi. Í áskýrslu skil segiru, hvernig gat að gerst að eitt orkuríkasta land heims sé orkulust? En yfirskriftin á fréttinni er fyrir að sjá draumórum orkuskipti. Sko, ef við fæðum að spyrja þig, hvernig metur stöðun á orkumálum í dag hér á landi? Ég held að við séum bara búin að láta það gerast í allt of langa tíma að virkja, veist, og við komum að þessu verkefni í færi að setja upp vindmyllur í gegnum magn og maður sá svona hvernig hvað þetta var sniðut unit svona sem svona meðspilari að afla orku og ég held að við séum allt og svona rög við það að nýta vindin í þessum áallunum. Ok. Ég held sem frábært tækifæri fyrir okkur. Við vorum 4 ár frá scratch í því að byggja, koma milljónum upp í Færeyjum. Þannig að það er augljóst að þetta er fljótlegasta leiðin. Já. Og það verður bara einfalt að þennan lagaramma og mér sýnist nú menn vera að því núna og ætla koma virkjunum af stað. Þetta er náttúrulega ótrúlega stað að verksmiður séu keyrðar á olíu. Á Vestfjörðum? Já, Vestfjörðum og bara á Austfjörðum líka. Þannig að það er mjög skrítið að við þurfum að bæta úr. Við eigum alveg auðlindinni til að bara virkja hana. Já, ég man þegar komum síðast á töluðum orkuskipti sko bara á bílunum hérna á Íslandi sko, við vorum að segja við bara er ekki orkan bara deyjandi skuldabréf, það verður allir komnir á rafmagnsbílinn eftir 2 ár. Hvað er síðan það? Já, 2 ár síðan, ég er að segja það, hér sitjum við í dag og allir á okkar bensínbílum sko. Jú, ég meina,
þetta hægari þróun sko, Mhm. hvað bíón átt að deyja, útvarpið átt að deyja, þetta er tekur langa tíma og þetta er lausnin á ákveðnum stöðum að vera með rafmagnið og ég held að við munum sjá og menn er alltaf að endur með þetta eins og maður fylgist með að banna bensín 2030 og svo eru breytar núna að tala að færa 2035 ég manna eftir 2016 þegar átti ekki að vera einn leigubíl í London sem að veri með dísel 2020 ég var sagt þegar ég kem fyrst inn í Skeljung á sín tíma að húsaheitan með olíu í Færeyjum var bara búinn 2022 ég held að það sé ennþá 70% heimila með olíukendingu þannig að þetta tekur lengri tíma að fasast út og síðan eru menn bara að læra að selja rafmagn og þið eru að gera þetta heldur vel og þannig að ég held að við horfum ekki á þessum ógnum við verðum að segja hvað eru tækifærin í þessu ég held að Ásgeir, þegar ég kíkti á okkur daginn þegar Ásgeir var að tala við hlutavask og hann talaði að ekki horfa á þetta að sé slæmt fyrir ykkur eða frekar þeir bara selja aðra vöru sko. það sem þetta er það sem til dæmis orkan eru frábæra staðsetningar og þetta snýst bara að hafa réttu vöruna þá færðu fólk inn á stöðvarnar sko. Erfið spurning kannski bara öðvöld er jafn mikil peningur í þessu í bensínu? Þetta er alltaf minni neysla eins og staðan er maður sér, það er hvert metri slegið eftir öðru í rafmagnsnotkun á orkustöðunum þannig að það er eftirspurn eftir hleðslu og þannig að í Noregi eru menn farnir að hafa svipað upp úr að selja rafmagnið eins og selja elsneti sko. Væri ekki hægt að hækka þetta talsvert? Eða maður spyrja Ég finnst þetta alltaf ódýrt í alvörunni. Já, í alvöru tala. Kallið eftir hækkunum. Já, þetta er ótrúlega neytendur. Sannir íslendingar. Við erum ekki þar. Við viljum frekar fá fleiri til að nýta þetta og þetta er náttúrulega ef bíllinn er tilbúin í hraðhleðslu þá gerist þetta mjög hratt sko. Það er svona þetta er bara mjög spennandi markaður og ég bara svo bara rafmagn í heilsinni að selja það í smásölu og bara sjá þessar hraðhleðslustöðvar hjá orkunni þegar við vorum á rafmagnsbílunum okkar sem við fengum að gefin sko, þetta var geðveikt maður bara fór bara að svara einhverjum tölvupóstum í hálftíma og bílinn var full aðeins sko, þetta var unreal þægilegt sko. Það er náttúrulega eitt sem er komið fólk er eins og í lúnum það er yfir flauta á það er í símanum sko, það er ekki að flauta til að fá afgreiðslu ég vil það menn það er síminn tekur svona tekur tímaskinni í burtu Ég með einu opna spurningu að þeirra síga á setni andan hjá okkur og rittar spurningar eftir og leifir á eina djúsi umræð eftir sko, hún er mjög opin sjálfbærni, ég velti fyrir mér nú er ég að vinna fyrir félag sem er skráð í Kaupöllinni og við erum að fara að skilja einhverju 700 blaðsíður af sjálfbærniskíslu ég veit ekki hvað hún er löng en sko, er þetta að koma út í öfgana, finnst þér? Nei, maður finnur allavega að það er svona smá reality check í gangi sko. Það sem menn er svona hvað er verið að nota þetta mikið og hvað er mælt og hvað er í raun hvað á að fá út úr þessu eins og ég hef sagt það er gagnast lítið ef við erum að mæla vatnsnotkun á skrifstofunni hjá okkur meðan bensinstöðun á Birkimel er með skrúa frá á þvottaplaninu sko. Og það er enginn að mæla það frábært að við náðum 20% minkun á Ásgeir fekk sér þannig að við þurfum að fá bara alvöru gögn og ég held að þetta þarf líka að vera sko, læsilegra sko. Ég held að sé allt og fá sem er að lesa þessa skýrslu vegna þess að sko, það er bara flókið sko. Þannig ég held að þurfum alltaf svona einfallega nýta í þessum mál sko. Algjörlega, ég held sér rétt þegar líka fyrirtæki hafa kannski farið auðvitað og sérstaklega þegar við vorum að tala nú lífeyrissjóði á hann, þeir eru náttúrulega með miklar kröfu hvað þetta varðar og félög kannski sem eru í meirihluta eigu lífeyrissjóða þeir bara verða að vera með bara... Ég held að þetta á að vera
en þetta verður að vera þannig að sko, þetta sé læsilegt sko. Veist, og menn sé að nota sömu staðla og allt slíkt sko. Þannig að veist, maður flettir í gegnum þetta en maður svona, ég held að það væri sko, veist, gott að setja meira fram með sko, myndrænum hætti. Það væri líka veist, bara, að því, veist, til að neytendur líka geta átt að segja veist, hvernig þetta félag að standa sig veist, það er engin neytend að fara ekki um 700 síður sko. Nei, og það væri áhugavert að sjá, segjum, nú eru þið bráðum voru að droppa ársreiningi 24 eða þið myndið setja 2 linka, ársskíslan og svo sjálfbærniskíslan, það væri gaman að fá hlutföllin þar. Já, við skulum bara þú sendir á mig svo teljum við upp í kössunum. Já, kannski tökum eina stuttu umræður og förum í riddarspurningarnar. Það var nóg af þeim. Já, þær hrönnuðust inn. En sko, nú hefur þú verið fyrirferðað mikill í íslensku viðskiptalífi, já, frá því að við Birkir komst á legg. Já, vorum alltaf til. Samt er hann ungur og glæsilegur. Já, heldur betur, ýmsa fjöruna sopið. Einnig verið kannski umdeildur á einhverjum tímapunktum og áttir í átökum sérstaklega við Davíð Oddsson. Hvernig upplifðir þú þessi átök og hvað telur þú hafa leið að baki, ef við segja, þeirri andstöðu sem þú og Baugsveldi mættu? Ég er búin að rækta þetta í bókinni. Hann kemur einhvern veginn fyrir alltaf svona á til í bókinni. Staðalandi Davíð Oddsson. Ég held að það var einhver það var hræðisla við okkar uppgang og ég hef oft sagt það svona eftir á hyggja kannski vorum við ekki nógu duglegir bara að tala við fólk, útskýra hvað við varum að gera og sem var til þess að sko, fólk bjóð til einhverja mynd af okkur sem var kannski ekki sönn veist, og ég veit ekki hversu oft ég hitt fólk og þá sagði já, ég hafði einhvern veginn ímyndið að þú var svona miklu bara verri maður sko. bara reyla sagt það Líka bara til að hrósa aftur hvet alla hlustendur til að taka bókina, hún er mjög góð, ég get alveg tekið hann nokkrum dögum sko, að mikið af fólki að tala Baugsmálið og þið voru allir glæpamenn og hræðilegir og eitthvað, en það var eiginlega lengi búin að lesa dómana og það sem voru ákæri fyrir. Nei. Það var eitthvað minnað það. Þess að ég bara tala um á sko. Þegar fólk skilur ekki hvað þetta er flókið, þegar málun er flækt fyrir fólki, þá fer það bara að mynda sér sko, sína skoðun og einfaldari skoðun á hlutunum. Sko. Það var svona einfalda myndin og okkur var bara, það var að fara í húsleit hjá þeim, það er glæpmenn. Þetta er glæpmenn, já. Heldur líka kannski að vera, því að Leifur spyr Davíð, sko, heldur þetta sé mögulega eitthvað svona bara, já, þetta er ekki menni sjálfstæðarflokkurinn, þeir eru að græða svo ógeðslega mikið pening og eitthvað, þetta eru... Jú, ég meina við hrófluðum alltaf við ákveðnu stjættum í landinu þegar við stofnum bónus, við svona förum fram hjá heilsölukerfinu, og það var alveg ljóst að það kom við marga. Pabbi sagði einhvern veginn, þú getur ekki keyrt á Mercedes-Benz á einu sápustykki sko. Og þú veist hver heilsali sem flutti bara eina tegund af sápu, gerði þessu bara góðan pening úr því, allt í lagi með það, en það var til önnur leið, flytti inn sápuna og 50% lægra verið. Já, vel kannski ein lokaspurning frá mér var þetta Davíð, þarna kaust hann í fórsætiskosningunum? Nei. Það var ekki þannig sko. Nei. Þá er komið að riddarspurningunum. Það eru riddarspurningur. Aðsendar spurningar. Frá hlustendum. Já. Berum enga ábyrgð. Nei. Þorvaldur frá David Jones. Er þetta ritt sko það? Nei. Það flýgur allt í gegn. Við skrifum þetta bara. Þorvaldur frá David Jones spyr, er bónus með of háa álagningu að þínu mati? Nei, ég held að sko en það má segja að bónus held ég sé með bara hóflega álagningu og reiki eftir gömlu gildunum gróðin ekki græðki sko. Já. Það sem ég myndi segja bónus í dag er, ég held að menn sé að tegja vöruvalið og langt. Okay. Það býr til flækjustig og það býr til kostnaðin að endingu. Að leikja á opnunatíman. Það er kostnaður ekki. En það var náttúrulega breyst aðeins með afgreiðslukassan að þeir eru þannig að ódýrar að reka kassalínuna heldur þú var. En
Það er svo auðvelt að sko, opna með 1 klukkutíma, Já, það er gaman, það bara bæti við út með fasta kostnaði í hvort þið er, kælurinn í gangi, húsnaði er þarna alltaf. En sko, þetta býtur þig inn í end. En ég, tel nú að bónus séu svona 90% rekið eftir gömlu formúlunni og Gummi sér farinn, sko. já, þú Gummi sér farinn. Það voru reyndar ekki nema 17 mann En það eru hann stelpurinn á skrifstofunni ennþá að passa þetta. Já, Ester góð líka þetta í bókaldinu. Ester sér Anna í dag, Þarna kannski að því að þegar þú varst að byrja með bónusæventýri, hvað voru þið að kera á mörgum vörunúmerum? Ég held sko, fyrst og opnum í skútuðunum, þá vorum við með 1400 í tótal og stæðalveg bara. Sem er ekki neitt, sko. Nei, en sko, svo búð var alltaf, við notum alltaf skútuðun sem svona mælistykku þegar var orðið mikið af vörum í stærri búðum. Þá sprakk skútuðurinn og þá fórum við að fækka í vöruvalinu. Þetta var svona ekki flóknar en það. Sigurður Bragi spyr hver er besti bíllinn sem þú har átt og hvaða bíl ekur á í dag. Ég var í Klakanum í kvöld eins og svo oft áður, hann er engum síðri. Jú, hann er aðeins síðri, ég viðurkenni það. Hann er samt mjög góður. Lengjan, settu spenn í leikinn og tippaðu á lengjunni. Styttu við bakið á íslensku íþróttalífi. Pældi í veistlun að vera á lengjunni í gær og í dag, sko, Evrópadeildin, Champions League, 18 leikir í gangi. Maður getur að vera í sófanum bara og notið lífsins og ávaksta pundi sitt og krónu sína og í vestafalli að þá maður að gefa þetta í gott málefni. Já, ég til dæmis gæti hafa ávaksta pundi mitt aðeins bara á meðan þættinum stóð í kvöld, ég skal bara viðurkenna það. Já, ég fór á lengjuna og sett á KR á undirbúningstímabilinu mútið Val. Það skal lengjan undra KR alltaf yfir nákvæmlega sinni Val. Það? Já, bara svo það er. Stórt, já. Búlan, svo langt besta. Svo langt besta. Já, þriðdara tilbúið. Já, eftir eitt sig að segja 990 krónur. Já, þetta er bara fáránlegt. En sko, ég veist, allir hættir að tala um tvöfaldan burger með brauð á milli og auka gumsi. Af hverju allir hættir að tala um það? Er það ekki bara því að einfalt er best, einhvern veginn? Nei. Bara, þú veist. Sko, þeir sem fari þetta, þeir snúi ekki aftur. Ég get alveg sagt þér það. Ég skal reynda viðurkenna það að því að, þú veist, jú, það gengur vel hjá mér og allt það og það gengur vel. Sjáðu bara jakkamöndin á þér í dag. Ég ætla ekki að ljúga öðru en ég smíði alltaf minn eigin á búlunni, sko. Ég fer í búlu appið og ég fæ mér bara 2-faldan eða jafnvel 3-faldan og svo bara bernes og bacon og það er bara þvæla, sko. Já. Mér finnst alltaf best sem þetta að borða á staðnum og nota sósurnar og allt góða stöfi sem er þarna á borðinu. David Jones, sko, ég ætla ekki að fjölur þetta, en nýja bragðið, strawberry milkshake og blandar því saman við saltlakris, salmiakinn, skallinamið, 2 í 1, þú ert komið með skallinamið, nema bara holt, meinholt. Það er í þvælunni gott. Það er þvælunni gott og Jón Óskar, hann sagði við mig, ég sagði, viltu David Jones dölur? Hann sagði, þetta er það gott að ég verð að fá þetta bara eftir þátt. Svo gáði hann þetta eftir þátt. Ég hef aldrei séð svona. Hann misti sig. Hann lappa út með fullamunin. Frumeri, allir með 1 og 2 í endastaf. Skilabóð til ykkar. Drífa sig. Já, en akkur til frumeri, Birkir? Akkur ferði ekki bara eitthvað annað að skoða bílinn? Jú, ok, þú getur alveg að fara annars staðar. Ef þú vilt vond kaffi, vonda þjónustu. Ef þú vilt gott kaffi, góða þjónustu. Öruggur það að bílinn sé vel skoðaður. Já. Grand skoðaður. Og svo það líka starfsfólkið í frumeri. Sæls. Já, það er frumst á sínu sviði. Hver er besti bílinn? Ég finnst náttúrulega að landróðurinn hafa verið góður gegnum tíðina, sko. Já. Þú veist, alltaf maður kemur að það er bilaður, að þið eiga alltaf til, sko. Aðeins laga, sko. En sko, þú gleymir þess á milli, sko. En það er eins og Porsche bifræðan, skemmtilega líka, sko. Já. Uppáhalds driver í formúlunni í dag og of all time? Ég finnst sko, mér finnst Max vera skemmtilega, sko. En Vettel var líka með ótrúlega skemmtilega takta, sko. Já. Og og svo svona eins og Rækonen og veist bara svona að þeim bara sá hann svona stundum á keppnunum, sko, hann fór bara úr bílnum á barinn og svo bara og jammaði fram til kvöld, sko. Þannig viljum hafa það. Já. Þannig að jú, Max þetta verður fróðlegt sísón núna. Já, mjög spennandi.
gaman að sjá Hamilton í rauðu. Það byrja ekki vel. Nei. Veitu hvað var það? Hann keyrði út í fyrsta viku. Var það heillaskref fyrir rekstur matvöruverslana að sniðganga innlenda birgja í auknum mæli og flytja inn fleiri vörur beint frá framleiðendum eða á erlendu birgjum á lægra verði viðskiptavinum til hagsbóta? Sko, það sem þróun í þessum bransa að erlendu stórkeðunar eru að búa til sína vörulínur og bara góðar vörur á góðu verði og það er eins og Prís að gera, þeir eru bara að flytja inn vöru frá Dagab sem er Axel Jóhansson grúpan sko að það verður svona meira í því sko að verslunarkeðunar búa til sitt eigið vöruval og sniðganga hann að millilega ekki sniðgangar það eru framleiðendur og ofta á Íslandi gleymist það hvað er rosalega mikið framleitt á Íslandi all mjólkuvara megnið á ostunum brauðvara hluta af ferskvörunni, gósið allt og þannig að þegar þú telur ofan í körfuna þá er ótrúlega mikið sem er framleitt á Íslandi Gæti Prís til dæmis farið í það bara að sleppa bara Vífilfell og Ölgerðin og bara flytja þetta beintinn sjálf til dæmis eða eitthvað? Það er ekki mála að kaupa þessar vörur erlendi sko en þessi birgjar hafa passað að vera með samkeppnis og hæfi verð ég man eftir því í gamla dag ég flutti oft einn kók erlendis frá Var það ekki vinsælt? Jú, ég meina þá var alltaf þá var bent á að þetta væri erlend vatn í þessu og þetta væri ódrekkandi eitrað en það stundu var til þess að mann fekk síðan betri verð á heimamarkaði Hárrétt. Það er áhugavert að sjá þessar litlu sjoppur niður í bæ á hornunum víða. Sko, hefur séð það annars staðar síðan þú byrjar að fylgjast með smásölu markaði að bara allt vörurúrlega er tekið utan frá eins og þeir virðast gera? Já, þeir eru að kaupa svona kassenkari sem eru með grár markaður. Það er að segja vörur sem að eru stóri birgir að losa út af markaðan og þannig komast þeir í þar og þær geta oft verið á mjög góðu verðum og hefur verið gert hérna og við gerðum í bónus í gamla að kaupa slíku markaðum og þannig að svona corner shop orðið svona en þannig tekum við náttúrulega eftir að þarna eru menn sem að eiga búðunar og standa allan daginn og fram á kvöld sko. Þannig er þetta hægt Akkurat Auðun Bragi spyr, hvað ertu mest kýtlinn? Góð spurning, ég ætla að bara að taka smá test hvetjum allan til að taka henni mynd Ívan Þráinsson spyr, er bónuspókin í dómsalum besta og ódýrasta markaðssetning í sögu bónus? Þið eittu nú ekki mikið í marketing? Nei, við eittum ekkit í marketing fyrstu 4 árin held ég það var ekki króna sko það var bara pabbi var náttúrulega mjög snjall markaðsmaður og maður gæti plataðan í ýmsa og við notuðum það bara við komumst alveg ótrúlega mikið í fjölmiðla alls konar uppákum og svo bara word of mouth líka náttúrulega svo kom það það var vinsælt Unna Pall, hann er ekki með spurningu þetta er nær fullyrðingu þið fenguð hann bara, takk frá mér verður það góð Unna Pall þakka þér Jón hvað gera menn eins og jóða á daginn, ekki eru þeir 9-5 gómaðinu, hvernig er venjulegur dagur hjá spyr Elías Ívarsson þeir eru bara misjafnir sko maður reynir að komast með einbæður hætt í ræktina spila tennis Ertu ekki til patilinu? Ég er ekki koni í patili sko ég tek nú eftir þessi í tennishöllinu hvað er orðið mikið af fólki þar sko en ég er staðið mjög skemmtilegt og síðan bara er ég oft sakar að vera dálítið fundasjúkur og oft að tíðum setja það dálítið þétt saman en kannski gerir maður minna því að svona pæla það er kannski fullt mikill hraði
Ertu sko, að því að þú tala á hana, við vorum að spyrja út í prís að þú sagðir ég þetta ekki í þessu daglega, þú náttúrulega bara eigandi og í stjórn og eitthvað, sko, ertu að fá rekstratölur daglega eða? Ég held að, við erum Bara á öllu ekki? Já, við fáum þau gögn sem við teljum nauðsynlegt fyrir að fylgjast með rekstri á hverjum einstæði. Þau eru yfirleitt komin 5-leitið. Já, fín lína að vita gott aðhald og vera ekki bara sjálfur í þessu? Það kemur alveg fyrir að mann langar bara að ég bara ætla að setja allt til hliðar 3 mánuði og bara fara í þetta sjálfur, það kemur alveg þessi hugsun og svo verður náttúrulega að hafa þann að segja bara þú reynir náttúrulega bara að leiðbina eins og best þú getur sko. En það getur stundum verið erfitt sko, að fara ekki bara sjálfur í verkin en ég nú svona að lagast í þessu. Já, kannski ein rittarspurning frá mér sko, Kaldalón sem þið eruð stóru eigendur frábært fasteignafélag. Hvernig, nú horfum maður á hin félögin Heima, Reiti og Eikina, hvernig ná þeir að rúlla með svona lítið overhead? Það bara gefa þeim bara Miklabrautskúrinn og sko þegar Kaldalón búið til þá sko þú getur eiginlega sagt að kostnaður í fasteignafyrirtæki þeir mjög refsa fyrir það sko. Þú veist að þau voru að reikna út sko nettó á nóan. Já, og þá það mjög dýrt. Þannig að sko Kaldalón var byggt upp með þeirri pælingu að það væri einfaldur rekstur, það væri tildulega fái leigutakar per fermetra, hver leigutaki hausverkur. Það var farið kannski svona aðra leið, að vera með leigutaka sem kannski væri með margar staðsendingar, eins og þjónustustöðvarnar og það var farið þess að leið að skoða vöruhús og fleira sem eru svona uník eignir og erfitt að kopja, þess að fá pláss fyrir það. Og síðan var landsvæði svona dálítið skilgreint. Það væri ekki að flörta mikið út fyrir suðausturhornið sko. En það alveg helviti áhugavert að ná að henda í 100 milljarða eignasafn á einhverjum 5 starfsmönnum sko. Það ekki það. 20 milljarðar per starfsmann. Reykurinn fekk nú smá ástafan. Jón Þór á við 3? 8200. Hann staðið svo ótrúlega vel sko. Og, hann öflugur. Hann hefur og það er heilmikla lægni í því að geta rekið fyrirtæki á fáum starfsmenn af því þú þarft að vinna úrvarslega skipulega sko, til að ná því fram sko. Já, okkar maður. Hann fekk líka þátt 200 sko. Já, hann var eiginlega, Jón Þór, ef þú hlusta, það var eiginlega óvart en þú fékkst hann. Nú er hvað þessi? Þetta er 218. Já, ekki stað, það bil. Ekki nú merkilega tala. Þetta er engin mánudagur samt. Hversu erfitt var hversu erfitt var að hafa stjórn á Óskari Hrafni á sínum tíma, spyr Kristján Daði. Já. Hann fyrir líka óuppáhalds Óskars Hrafns sagaðinn. Þú spyrir maður það verður offline hann var skemmtilegur sko. hann var ég mani, þú veist að Óskar tekur við fréttasöðinu á Stöð 2 þá vorum við svona að segja við þurfum að vinna rúm með búið til flottar sett og allt þetta og Óskar sagði, nei, við ætlum að vinna það á kontentinu þannig að hann sagði þetta 50 milljónar sett setur það til við ætlum bara að vera bestir í því sem að eigum að vera bestir í, það er að segja fréttir sko. Og hann var alveg rosalega keppnismaður sko. En skapmaður mikið hætti nokkru sinnum hann hætti líka nokkru sinnum í Breiðablik Gunni, Otto Sender spyr, kemur þér óvart hvað Óskar hefur staðið sér vel sem knattspyrnuþjálfari þjálfari? Nei, það kemur ekki óvart. Ég var alveg samfærður það að hann myndi mastera það og við höfum eftir að sjá það Kári gullöldin að byrja. Heyr, ánægður með þetta. Nú fer ný gullöld að staða, djöfull það tímabært,
Magnús Bjarki spyr þessi er öllu ómálefnilegri Ríða drepa giftast Reykfjörð Magnús Ingi og Gunnar Smári Vitið hvernig virkað þetta? og já, Þú getur fínlega orðað þetta já, þú ert að senda einn út í Ein sveit. nótt, giftast og sveit Já Ein nótt Já, ein nótt, Giftast og svo sveitin. einn út í sveit, já og hverju voru mennir? Það var sem sagt Reykfjörð, Magnús Ingi og Gunnar Smári Það er ekki hægt að svara þessu. Takk fyrir spurningur að satt Magnús Bjarki Ég fór samt einhvern veginn að hugsa þetta Látum okkur sjá Magni Mar spyr hvernig líst þér á nýja ríkisstjórn? Jú, þetta er áhugavert. Já, þetta er svona okkar Trump eitt vælkart þarna Jú, það hefur gustað svona fyrstu vikunar sko. og ég held að fólk hafa alveg búist við því að það er ekkit einfalt mál sko. en mér finnst alveg svona góðar hugmyndir eins og hrinda einhverju í verk eins og fá svona sparnaði tillögunar Fannst þér það gott? Já, mér finnst alveg áhugavert að leyfa fólkinu að taka þess þátt í og koma með hugmyndir sko. Og við vitum alveg að ef við myndum bara taka ríkisbankið og nota bara bónusnálgun á það segja bara, við ætlum bara að gera það 15-20% ódýrara heldur en þetta hefur verið gert en samt fólk upplifa sömu þjónustu þá myndur við spara svona 200-250 milljarða Shit, já, það er bara rétt Þetta er bara svona sko. og það kemur frá öllum innkaup alveg rosalega vannmetin kostnaðarlegur allt sem er að kaupa inn að gera það betur það er hvergi kennt í skóla að kaupa inn Nei. og hvernig á að díla við erlenda aðila og eitthvað slíkt og það skiptir ótrúlega miklu máli hjá landi sem að flytur mikið á sínum þörfum inn og svo er þetta bara svona almennu rekstur einfalda prósessa og gera það skilvirkari. Færi starfsmenn? Allt og mikið? Já, ég held að það sé alveg klárt að þetta er mjög áhugaverð pæling hvernig er þetta nálgast ríkisrekstur. Væri ekki líka ég held að vandamáli náttúrulega bara er ráðherrar þurfa að náttúrulega bara skilja ráðuneyti sitt tekur sumir segja 2-3 ár og þá eru þeir að fara í kosningabaráttu og leiðin út og þannig að tölum við það, ég finnst það sniðið til að svona virka einhvern veginn þjóðina. Já, ég myndi að halda besta hagræðingartillagan og Þorgerður Katrín var nú síðast í gestur í okkur og við sögðum við hann að hún var að labba út að breyta lögum og opinbera starfsmenn og af hverju á það að vera þannig að þegar þú ert orðinn opinber starfsmaður þá verður betri laun, það er ekki hægt að reka þig og fá betri fríðindi. Af hverju er það þannig? Jú, ég meina það er eitthvað sem að gengur ekki upp til lengdar því þá mun svo stjætt bara taka yfir og taka ég segi ofta tíma að það þarf að vera einhver svona endurnýjara kerfi í ríkisbatteríinu ég er ekki að segja kannski Jack Wells að reka 10% á hverju ári en það þarf að vera einhver prósess sumt að vera að gera vel, sumt að vera að gera óheimilla. Já, þú segir líka 200-250 milljarðar sórin í kerfinu árlega þetta er eitthvað þannig fjárhæðir sko. Þetta er svona. Já. Það er algjörlega klárt að það er hægt að ná sparnaði áhugavert að sjá hvað tekst til í Bandaríkjunum sko. Já. Það sem að Hann var ekki lengi, hann ætlar að reka 1000 plus eða ekki, bara af stjórnendur sem að Joe Biden búin að ráða sko. Já. Og þannig að jú, við líst bara ágætlega á ríkisstjórnina sko. Ég held að ég held að við fatti líka það sem að vandaldi sko fólk fekk á tilfinningum með fyrirverandi ríkisstjórn að það snerist einhvern veginn allt þau sko. Öll þessi vandamál innbyrðis bara come on, það eru ríkisstjórn
bara get your act together. Einmitt. Þeir eru þarna fyrir okkur, sko. Já. Þú veist, það vantaði dálítið í þá ríkisstjórn, fannst mér, sko. Og þá Þetta var allt var að snúast persónuleikundur innan ríkisstjórn þess að landsmálin kannski voru í öðru sæti, sko. Já, og þá kannski komið að tilkynningunni að þú ætlar að bjóða fram í formann Sjálfstæðisflokksins, eða ekki? Það verður mjög fróðlegt að sjá Já, hvað gerist þar? hvað gerist þar. Ég væri til að fá Jón Ásgeir Reykjörð sem varaformann. Já, er hann ekki líkluður? Jú, Fáum ekki einhvern sem það Þórdís er opnað? hagræðinga keisari, ég væri fárlega til í þetta svoleið, sko. Jón Ásgeir, þú væri flottur í því. gefur bara stjórnarráðið, færi Miklabraut komin yfir, 2 starfsmenn. Það er besta hugmyndin, bara minnka skrifstofuna. Já, þetta er flott bygging. Látum okkur sjá, Birgir Valur spyr, hvaða gildum hefur þið fylgt alla tíð í viðskiptum? Sko, reynt að fylgja því að sko, afi talaði sko, að viðskipti eru sem sagt að báðir aðalega hafi sem sagt gerð góð skipti. Já. Og þá eru komin að viðskipti. Og ég held að það skiptir miklu máli, verið ekki að pæli, veist, ef ég er ánægður og þú græddir, þá er það kannski ekki það versta, sko. Nei, er það? Þegar maður séð svo oft svona, veist, þeir aðeins sem að gera svona einskipti, sko. Já. Það er að segja, veist, þú gerir bara viðskipti við það einu sinni. Og þannig, ég held að það sé ekki gott. Nei. Svona. Þetta er góða punktur. Ég var í samningatækni áfanga daginn, sko, og svona mestu mistöku sem ég held að mikið af fólki gerir að hugsa, ég held að mótaðili sé að græða svo mikið. Já, ég meina, veist, þetta er náttúrulega bara eins og í Bretlandi algjörlega landlægt, sko. Menn bara ger ekki viðskipti vegna þess að þeir Alltaf hins að græða meira. Já, veist að það var nú eitt af svona sem við föttuðum snemma þegar við byrjuðum svona aldamótin að hvaðin gekk, þetta var rosalega fast í þeim, sko. Já. Ég vil ekki, veist, hann er að græða 2. Já. Ég er að græða 1 sem ég er mjög ánægð með, sko. Já. En ég ætla bara ekki að láta hann. Já. Ætlaðu að opna fleiri prísverslanir á árinu 2025? Var ekki búin með maturina? Jú, sorry. Það er að koma að hraðspurningum, lokaleirum, kannski eitt Ingi Stefáns með lokareitarspurninguna. Þessi góð. Einhver mistök sem að standa upp úr fellurum, stærstu mistök? Stæðistu mistökur. Já, það eru nú bara nokkur. Já, fjandinn hafa það. Já, fjandinn hafa það. Það ekki verið hana dollarstór stæðistu, já, ég held að þessi dollarstór keðan í Bandaríkjunum sem við keyptum. Dollarstór? Já, við keyptum hana 2001 held ég. Keyptum við okkur 200 svona dollarstórbúði sem selja hluta á dollar. Já, bara svona eins og tækert alltaf, eða svona. Já. Enn út er bara dollar. Bara dollar. Já, dollarstór. Nei, þetta er En það sem voru mistökin, að við keyptum það held ég á $10 million og dollarn á 67 eða 60, veist. En við fengum tilboð held ég 2 dögum setna fyrir 16 eða 17 million. Nei, á 2 dögum, það hefur verið sæmið áður til maður. Og þá fóru algjörlega suður. Þú veist, hvernig gerist það að allt í einu kaupið þetta og síðan 2 dögum setna kemur... Það var sem samkynnsali í eitthvað svona bidding dæmi og það var samkynnsali sem að tapaði. Bauð held ég 8 eitthvað svoleiðis og við bauðum 10. En hún langaði það mikið í þetta að hann var tilbúin að uppa síðan 50%. Já. Það var bara komið að hraðspurningur. Ertu A eða B manneskja? Ég er að verða A, sko. Já. Sko, þú ert alltaf A-manneski, þú ert að svara póstum kl. 5-6 á morgnana, sko. Já, það er, ég er alltaf komið lungu yfir 8 tíma núna, sko. Já, ég veit það. Byggðumst afsökunar á því. Já. Mátt bara vera á einum stað í heiminum það sem eftir er ævinar fyrir utan Ísland. Hvaða staður er þið fyrir valinu? Einum stað fyrir utan Ísland allavega.
Ætlaði að væri ekki í Bandaríkjum. Já, ég hef giskað á London. Ég meina London þú þarft sko með London, þú þarft að taka þess smá pásu. Er það? Já, það er hérna, ég get ekki verið í London allt árið sko. Nei, ég verða Frábær borg sko. Já. En þú Ekki alla. Ég geti bara verið í Ameríku, þá geti ég bara gert svo mikið. Já, verið alls staðar. Ég fekk að fara í boxi hans Jóns Ásgeirs á Stamford Bridge Já, þegar á ég sínum tíma. 8 ára. Já. 8 ára? Ég held ég var 8 ára með pabba mínum og Pálma. Ég var að raða í meðan nokkurinn búdvar. Það var þetta merkið á þeim tíma. Alltaf þegar ég fór út úr bóksinu, þá skoraði Chelsea. Jaha. Þú söngst hann í neti. Kemi, rafgeimar fyrir fólksbílin, atvinnutækið, mótorhjólið og önnur hobbytæki. Veistu hverju vara vikunar hjá Chelsea Dark í Kemi? Sko, ég er að pæla, eiga ennþá grímur eða? Já, þeir eru ennþá með grímur og Já, ég væri mjög til í að fá kannski, að því að þetta er ekki ennþá búið. Nei. Þannig ég væri til í að gríma mig upp í Kemi. Já, allir eru varin góður, það mér líst bara vel á það. Þannig að vara vikunar hjá Kemi, er það gríman? Sóttandan gríman? Já, eða bremsuklossandir. Já, gæti verið þeir líka. Svo er það bónus, þeir komu auðvitað við í þættinum í kvöld. Já, þeir fengu lúmska auglýsingu svona við og við. Auglýsingu og ekki, þannig er þetta... Við erum alltaf með tölum prísarna líka, en bónus alltaf er... Geitin í þessu. Já. Og það er alltaf, þegar við erum með Jónas Geir setti, þá er ekki hægt að líta fram hjá risanum á matvælamarkanum. Nei, en þegar maður nefnir bónus við Jónas Geir... Hann tárast. Ég ætla að segja það, hann felldi tár. Já, hann vögnar að þessum augun. Uppáhalds matur? Uppáhalds matur... Góður steik sko. Já. Ekki hófi samt sko. Á veitingastæða sem þú eldar? Þessi er góð sko. Ég kjötunar maður. Já. Þannig að ég kann að skera steikinn og eldana. Já. En bara grilla, ég er alveg ómúleg þegar kemur eldaði. Þá er allt sko. Suður. Kaldalón eða skæi? Það veit allir að Kaldalón er favorite sko. Saknaru Birgis ekki frá heimköpum? Já, stór skarð. Já. Sem verður erfitt að fylla. Sem ekki hægt að fylla. Nei, sorry, ekki hægt að fylla. Hún er bara eiginlega að taka þetta upp og eiga þetta. Skrifaði mínúturinn hjá þér. Hver myndir leika þig í bíómynd? Það fengir að velja. Þá að breyta bókinni inn í bíómynd. Já. Ég veit það ekki. George Clooney. Nei. Einhver með hár kannski. Bara að hugsa, hver er svona... Við komum svarið næsta þetta kannski. McConaughey væri flottur. Matthew McConaughey. Já. Það ég svaraði þess ekki. Er kauptækifæri í skell? No comment. Já. Hvernig er að vera milljarðarmenningur? Ég veit það ekki. Látum okkur sjá. Ég held að sé bara lokaða spurningin. Birgir, viltu eiga heiðurinn? Já, hvaða ráð myndir gefa tvítum Jóni Ásgeiri? Þú hefur ekki alltaf rétt fyrir þér. Þú þarft að skoða umhverfið. Eins og ég sagði bara með pólitíkin á sín tíma. Við vorum kannski þetta er bara við og við erum ekki að taka tillit eins en eins. Þannig að ég held að gefa sér tíma aðeins að pæli hlutunum sko. Og hvað hvernig bara hvernig þú vinnur í umhverfinu, hvernig þú koma vel fram með fólk og eins og ég sagði með viðskiptin, ef þú ætlar að eiga viðskipti þá þarftu að koma vel fram svo fólk vilja eiga við viðskipti aftur. Jón Ásgeir Jóhannesson, takk kærlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega.